blessuð og velkomin að Rauða borðinu mánudaginn 7. október. Hratt líður stund. Það verða að dimma verulega, við vöknum í myrkri og förum að sofa í myrkri. Það verður þannig næstu 5-6 mánuðina, og það óþarf að væli við því. En við ætlum að ræða úthlutun listamannalauna, sjóðheita kartöflu, Evrópustríð, Fall Play, leiklist og þjóðfélagsstöðu og menntun í kvöld við Rauðaborðið. Við endum þáttinn á því að Katla Þórudóttir Njálsdóttir leikona og Kolbrún Björt Sigfúsdóttir höfundur og leikstjóri segja Gunnari Smára frá sýningunni Þetta er gjöf. Þar að ræða verk græðgi, kapitalisma og annað sem að eyða samfélaginu okkar, samskiptum okkar og okkur sjálfum. Nú, hvaða áhrif hefur þjóðfélagsstaða nemenda á framgang þeirra? Eru samkeppnispróf góð hugmynd? Þorlákur Axel Jónsson hefur nýlokið doktorsvörn í menntavísindum frá Háskóla Íslands og hann ræðir niðurstöður á Zoom frá Akureyri. Breki Karlsson hjá Neytendasamtökunum, hann ræðir Fall Play og fjölmörg álitamál og verkefni sem að fjöldi neytenda glímir nú við í því skyni að leita réttar síns. Icelandair að nýta sér neyð strandaglópa? Ein spurning sem við ætlum að bera upp við hann. Nú, Valur Ingimundarsson, prófessor, hann ræðir vaxandi stríðsógnir í Evrópu við Gunnar Smára, ólíka afstöðu Evrópuríkja og Bandaríkjanna, afleiðingar hernaðar uppbyggingar á álfuna og hættuna á stigmögnun stríðsátaka. En við hefjum sem sagt leika á gamalkunnu bitbeini, ef maður getur sagt sem svo. Úthlutun ritlauna og fyrirkomulag við veitingu listamannalauna hefur ítrekað vakið deilur í seinni tíð. Hvers vegna? Guðmundur Andri Tórsson, rithöfundur, Jóna Hlíf Halldórsdóttir, myndlistarmaður og Björn Leví Gunnarsson, fyrrum þingmaður. Þau ætla að reyna að svara þeirri spurningu og ýmsum öðrum í líflegu spjalli sem hefst hér eftir andartak. Við fáum stutt skilaboð áður en þau birtast ykkur þá minni ég fyrir hönd okkar á samstöðinni á mikilvægi þess að þið sýnið okkur stuðning með ýmsum hætti þeim sem að þið eru aflögufærum. Þið getið sýnt hann í verki með því að deila efni okkar á samfélagsmiðlum sem dæmi og þið getið sýnt hann með veskunum ykkar ef þið eru aflögufær og hafið aldrei komið í verk sem þið hafið oft velt fyrir ykkur með því að greiða áskrifanda mánaðargjald aðeins krónur 2.750 lægsta gjald og leiðin til þess að fara inn á vefslóðina samstöðin.is, okkar heimasíðu, og skróla þar aðeins niður og finna hnapp þar sem ástendur áskrift og ganga frá formulegum fjárhagslegum stuðningi ykkar, því við teljum að það sé ykkar hagur, ekki síður en okkar. Við fáum ofta að heyra það að samstöðin þurfa að vera í loftinu. En eftir andartak lífleg umræða listamannalaun og svo hlaðborð af ýmsum réttum. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is.
Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Og þá ætlum við að ræða mál sem margir elskaðir í ástum. Listamannalaun, það svona frekar stutt síðan síðasta skítabomba féll í því máli og menn eru ekki eitt sáttir hvort það hægt að reikna út réttmæti ritlauna til dæmis til rithöfunda út frá fjölda blaðsina sem þeir hafa skrifað. En þetta reyndar ekki alveg glænýtt take hjá samtökum skattgreiðenda og Morgunblaðinu. Íslenskir blaðamenn hafa áður svona að því gert tilraunir til þess að setja þetta í eitthvað svona samhengi og fengi bátt fyrir og verið sakaður populisma. Man svona dettur í hug að við séum alltaf að ræða einhverja öfgar í þessum efnum en nálgumst málið ekki svona út frá kjarnanum. Og hingað eru komnir 3 góði gestir. Þeir eru reynda bara 2 sem stendur en svo 3 mun bætist við. Björn Leví Gunnarsson, þú ert náttúrulega fyrrum þingmaður og getur mætt hér sem fulltrúi stjórnmálanna eins og þú manst að einhverju leyti ákveðna innsýn. Já, ákveðna innsýn í heim stjórnmálanna og þetta jú opinbert fé. Og Jóna Hlíf Halldórsdóttir, þú kemur hér sem forseti BÍL, bandalags íslenskra listamanna. Takk fyrir að koma bæði. Takk fyrir Mér langaði að fá þig af því að mér finnst kannski það geti verið gagnlegt að við til dæmis veltum fyrir okkur akkur það verið störa minni hávaði í kringum myndlistamenn, úthlutana til myndlistamanna heldur rithöfunda. Og svo hér Guðmundur Andri Thorsson, hann á leiðinni og hann verður kannski komin eftir svona 10-15 mínútur. Þannig að við verðum hérna 4 eftir andartak. En kannski bara svona að því ég nefndi þennan bolta að upplifir þú það eins og ég að það sé alltaf mesta rifrildið úthlutanir til rithöfunda en svona minna með aðra listgreinar? Ég veit það nú ekki, það var nú frekar mikil uxli í gangi fyrir ári síðan hjá myndlistamönnum því það var verið aðeins að breyta bréfinu sem listamenn fá, það var verið að gefa svona endurgjöf og það var svona fór aðeins út fyrir þau mörk sem við ætluðum okkur en það bara voru mistök og við vitum það þegar kemur góð mistök þá lærum við að því og gerum þetta bara betra. En auðvitað með rithöfunda, þeir eru alltaf góðir pennar, þeir hafa góðar skoðanir og þeir eru duglegir að segja frá skoðunum sínum opinberlega og það virðist stuða suma. Þeir hafa mikla bjargir til þess að bera höndi fyrir höfuð sér. Líka. Já, orðið og textinn, hann getur verið svo, tungumálið svo sterkt. Myndlistamenn eru líka alveg pólitískir og eru oft með verk sem að hrista upp hvernig við hugsum og hvernig við sjáum. En það eins og textinn, hann svolítið ríkur í okkur. Já, einmitt. Ég myndi segja það. Já, akkurat. Björn Leví, sko, þú hefur væntanlega fylgst með þessari deilu núna, það ekki, upp á síðkastið. Finnst þú gamalkunn? Þetta endurtekið efni, alltaf sama röfrildið einhvern veginn. Við getum aldrei lært af því sem við höfum einhvern veginn talað áður heldur, dettum alltaf í sömu skotgrafir. Það bara pólitíkin, 101. Við erum alltaf að endurtaka sama röfrildið af því að það hendar sumum að halda röfrildinu þar. Að læra ekki af því sem var sagt síðast og halda áfram heldur að toga umræðan aftur í svona grunn svona útfærsluna hjá sér. Man eftir þessu öll þessi ár sem ég var á þingi mitt að þá kom ég iðulega og benti á þetta ekkert öðruvísi heldur en nýsköpunarstyrkir hjá tækniþróunarsjóði eða hverju öðru. Það sama
svona ferli á bakvið þetta. Það sem það verið að sækja að gera ákveðin verkefni, það verið að fylgjast með framvindu verkefnana og svo framvegis. Og einhverja hluta vegna þá stuðar þessi nýsköpun suma en önnur nýsköpun ekki. Verið að gera upp á milli einhvern veginn verka á svona mjög áhugaverðan hátt finnst mér. Heldur að sé ennþá fordómar gagnvart listamönnum sem vinnandi fólki? Greinilega. Já, ég held samt að hún hefur farið minnkandi. En það náttúrulega alltaf fordómar núti og það náttúrulega bara sást á sér úttekt hjá samtök skattgreiðenda. En það bara, ég skil það líka á einhvern hátt. Það rosa erfitt að skilja hvað listamaðurinn gerir og það rosa erfitt að setja sér í spor listamannsins. Þetta svona að margir halda að þú eigi bara að vera inn í einhverju herbyggi að mála en að vera listamaður þú ert í vinnunni allan sólarhringinn. Þetta bara eins og að vera bóndi, þú ert aldrei í rauninni fríi og listamenn vinna svo marglaga eða það vinnur enginn eins og hluti af því að vera listamaður bara að fara á sýningar, vera í samtalinu, vera í umræðinni svo þarftu að fá tíma til þess að gera góða list og þú þarft rými það ekkert auðséð í dag að fá rými, vinnustofur eitt af því sem við listamennum að berjast fyrir við þurfum rými, við þurfum tíma og svo þurfum við fjárfestinguna það þarf að fjárfesta í myndlist og þetta langtíma fjárfesting þetta ekki, og þetta besta fjárfestingin sem ríki getur farið í fyrir hverja krónu sem þú setur í nýsköpun, listur og menningu þú farið 3 til 4 tilbaka samkvæmt góðri skýrslu sem henni hefur verið og svo fyrir utan mörgum löndum og fyrir utan krónutali þá skiptir þetta svo gríðarlega miklu máli fyrir bara sálarlífið fyrir bara geðheilsuna og við bara búum núna í samfélagi þar sem einmannaleiki eitt af stærstum ógnum mannkynsins börnin okkar týna samkennd það búið að sanna það að listur og menning er eitt af sterkustu vopnum gegn þessu listur og menning eru náttúrulega bara það sem við erum sem þjóð okkar tjáning og skilningur á því hvað að gerast hugmyndinar sem eru svona fljótandi í samfélaginu eitthvað sem að listamenn almennt séð virkja og koma vel í orð því að það ekkert allir sem eru góðir í að koma hlutum vel í orð rithöfundar eru það almennt séð þess að hafa þeir náð að verða rithöfundar á meðan aðrir sem að kannski geta það ekki ná ekki þeim áfanga og við erum að slást þessar hugmyndir og það áhugavert þegar maður heyrir þetta sé einhvern úttekt samtaka skattgreiðenda og svoleiðis eftir því sem best við það bara einhver gaur en það hljómar óslega miklu betur ef það samtök skattgreiðenda kannski það mitt en ef það eitthvað samtök skattgreiðenda þar á bakvið þá hljómar það einhvern veginn trúverður heldur en bara persónulega skoðanir einhverja örfára En mér langar svo að fá að koma að kerfið eins og í dag ótrúlega gott og við listamenn erum mjög ánægðir með það. Það orðið gott núna, eftir breytingar sem hafa verið gerðar. Já, auðvitað bara þetta lifandi kerfi. Það við erum alltaf að reyna að gera betur og sjá hvernig við getum útfært listamannalaugin betur, hvernig getum við verið meira gegnsæ, hvernig getum við bara tala við samtíman. Ég meina það búið að breytast svo ótrúlega mikið á seinustu bara 10 árum. Við erum hér með listaháskóla sem að útskrifa 200 nemendur á hverju ári. Hvernig ætlum við að lyfta þeim upp? Hvernig ætlum við að hjálpa þeim að koma sér á stað? En listamannalaunin eru ekki bara fyrir unga listamenn eins og margir halda. Listamannalaunin eru fyrir alla listamenn og við þurfum að passa okkur að listamannalaunin spegli það samfélag sem við erum í. Samfella gríðarlega mikilvæg því það lifir enginn á listinni. Það bara þannig. Það 0,001%. Við búum í landi þar sem 400.000 manns búa og tala tungumálið. Þú getur aldrei lifað á því að vera rithöfundur. Og hversu mikilvægt það að skrifa íslenska bækur? Það bara ef við ætlum að halda í tungumálið og við þurfum að leggja ennþá meiri pening í nákvæmlega þennan málaflokk. Og mér langar líka bara að segja, BÍL, það eru 16 fagfélög innan BÍL. Öll fagfélögin sem að tilnefna í
úthlutunarnefndir fyrir utan hönnun eru í bíl. Við eigum fund með stjórn listamannalauna, með rannís og starfsfólki ráðuneytisins 2 ári fyrir úthlutun og eftir úthlutun. Og við erum alltaf að endurskoða hvað við getum gert betur. Núna til dæmis eru við að reyna að fá í gegn að úthlutun verði í júní. Þannig að verður einhver fyrirsjáanleiki. Þannig að listamaðurinn veit hvort hann sé að fara á starfslaun á næsta árið ekki. Því að eins og staðan í dag að fá að vita korter fyrir jól, korter fyrir starfsárið, hvort þú sért með starfslaun eða ekki, alveg hræðileg vinnubröð. Það myndi ekki gerast út í hinum almenna vinnumarkaði. Þetta gömul deila og sko orðanótkunin sem að við erum með í deilunni endurspegla það dálítið. Mér finnst til dæmis, því að orð skipta máli, listamannalaun ekki vera réttnefni fyrir þetta. Þetta nýsköpunarstyrkur. Alveg nákvæmlega eins og það nýsköpunarstyrkur að fá, þú veist, nýsköpunarstyrk fyrir verkefni, hugbúnað eða hvað einað sem það annað. Þetta gamalt orðurinn yfir gamalt fyrirkomulag og kannski nær því að lýsa heiðurslistamannalaunum sem allt annað fyrirbæri og fyrirbærinni sem að kannski ætti að fara að hverfa af því að það var sett upp fyrir svona þá þróun sem að lífeyrissjóðirnir og þess aftar komu með. Þannig að það væri eitt sem að við getum kannski náð árangri með að fara að nota nákvæmari og betri orð til þess að lýsa þessu fyrirbæri. Nú er ég ekki sammála. Er ekki upphefði því að vera listamann? Jú, algjörlega. En er ekki listamannalaun svona heiðurs? En nýsköpunarstyrkur listamanna ekkert? Jú, nýsköpunarstyrkur listamanna. Já, þú myndir vilja halda tengingunni við listina. Af því að fyrirkomulagið það sama. Ok, þú sagðist ekki vera sammála? Nei, ég ekki sammála því að mér finnst starfslaun listamanna bara mjög gott orð því þetta eru laun. Og við erum alltaf að tala það að þetta á ekki vera verkefnastyrkir. Þetta á bara að vera laun til þess að geta lifað af. Þannig að þú getur bara borgað þína reikninga og haft tíma til þess að hugsa og fá góður hugmyndir. Þú fær ekki góður hugmyndir bara á einu degi. Og hvað fyrir ungt fólk að leggja undir og þora að elta sína ástríðu að séð mögulega vona á föstu lífsviðu væri? Af því að margt ungt fólk þarf náttúrulega að taka erfiðar ákvarðanir með lifibrauðið. Ekki bara ungt fólk, bara allir listamenn á öllum aldri. Nú tala ég bara af reynslu. Þegar ég fengi listamannalaun, það hefur bara breytt öllu. Ég hef ekki getað gert það sem ég hef gert og náð áorka. Þannig að þú þekkir harkið. Ég þekki harkið. Persónulega. Og þegar þú færði listamannalaunin, þá færðu svona ekstra tilfinningu bara ég verð að gera ekstra vel. Þú ert með pressu á þér allan tíma. Og í rauninni þá hef ég alltaf komið út úr mínus. En svo skilar það sig tilbaka seinna. En þetta skiptir gríðarlega miklu máli að þurfa ekki að vera með kvíða hvernig mánaðamótin fara. Að þú getur allan að borga þennan grunnþjónustu. Þú veist, grunnþarfir mannsins, leigu, mat og leigu vinnustofu, efniskostnaður. Þetta skiptir öllu máli og þess vegna svo mikilvægt líka að hafa samfellu því að við viljum líka fá listamenn sem ná að þroskast. Við viljum ekki allir bara fái smá tækifæri og svo það bara tekið í burtu. Við þurfum tíma til að þroskast, til að vera góði listamenn. Það gerst ekki á einni nóttu. Og þetta langtíma fjárfesting og þetta skila margfalt tilbaka. En mér finnst svo mikilvægt að þetta séu listamannalaun, þetta séu laun en ekki styrkir og þá komum við kannski að því sem að bíl að berjast fyrir, að þessi laun verði hækkuð. Þetta undir lágmarkslaunum, þetta undir viðmið skattsins og ef þetta hefði verið vísutölutengt, launavísutengt, þá ætti þetta að vera 770.000. En 560.000 og þetta verktakagreiðsla. Ég þarf að borga 50% af þessu í launatengt gjöld. Þá sérðu, þá hvað? 300 skall. Hver lifir á því? Og þú mátt vinna 30% með. Þetta náttúrulega bara, það engin starfsmaður hjá ríkinu sem má ekki vinna með, það engin að skipta sér af hvort að Jón Jónsson sem vinnur í Seðlabankanum, hvort hann sé að vinna þeirra hverja helgi í Subway. Það engin að
mér er eiginlega fárlegt að sé þessi 30% að þú megir ekki vinna nema 30% með. Mér finnst það svolítið svona ekki vera að kreista listamönnunum. Nei. Hingað komin Guðmundur Andri Tórsson sem ég kynnti áðan að myndi slást í hópinn og verður velkominn. Takk fyrir. Takk. Við erum hérna, svolítið síðan við byrjuðum að ræða, eitt af því sem við höfum rætt sko svona þessi tilfinning manns að það sé meiri átökum rithöfunda heldur en aðra listamenn og við höfum líka svona verið að velta fyrir okkur heimi stjórnmálanna og fleira. Það er eitt sem að hérna kannski ef ég byrja á því að sko ræða við þig eitt sem að ég hef svona fengið á tilfinninguna í tengslum við þennan umdeilanleika, það er að sko það er eins og sumir hugsið þetta sem hverja aðra iðnaðarvinnu. Nú hefur þú fengið sko ríkisframlag til þess að saga við og þú þarft bara að saga ákveðið magn af þessum viði og stapla upp og það verður svo bara keyrt á flutningabíl í burtu og ef þú ert latur og ef þú sagar lítið af þessum viði og við erum ekki með eitthvað svona efnislegt sem að mælir þín afköst þá bara kippa þér af riðlunum. Já, þetta er ágætis líking býst ég við hérna. Þetta með rithöfundana það er að sömuleyti undrunarefni en samt sem áður er það einhvern veginn svo að þetta er kannski bara einhver vani. Þetta byrjaði nú fyrir einhverjum árum síðan og það var einhverju blaðamenn sem byrjaði á því að setja upp myndir af rithöfundum alltaf sem að hérna fengu úthlutuðum starfslaunum úr launasjóði rithöfunda og fóru svona af stað einhverja árvissar deilur það og þessar árvissar deilur sko þær áttu sér svona eldri sögu líka sko í kringum Halldór Laxness og svona sem að sviptur riðlunum vegna skrifa. Já, einmitt og hérna og það er svona ákveðin hefð fyrir svona pólitískum flokkadráttum meðal rithöfunda svona mjög skýr hægri vinstri deilur og sumir eru að reyna svona skynjamaður eru að reyna að endurvekja það andrúmsloft vegna þess að það eru sumir sem að þrífast í andrúmslofti þar sem eru togstreita og deilur. Er þetta kaldastríðs? Já, þetta er svona tilraun til að endurvekja og endurheimta kaldastríð því að kaldastríðið var mjög valdeflandi fyrir vissa tegund af mönnum, skulum við segja, sem að maður sér að eru svona aftur komnir á kreik. Það var hérna hríð sem ríkti svona viss sátt þetta milli hægri aflana og vinstri aflana og kannski kristallaði svo sátt einhverju leyti í ritstjórum Þjóðviljans, annars vegar Árna Bergmann og ritstjóra Morgunblaðsins hins vegar Matthíasi Jóhannesson sem að svona tókust í var svona sáttarhönd milli þeirra. Og Matthías held ég að hafi gert mjög mikið til þess að svona að lægja að þýða kaldastríðið með Usulunni sem sagt að búið til þýðu með einföldu virka úr kaldastríðinu hann svona slökkti á þessum frystiklefum sko slökkti á þeim einum og öðrum þannig að hérna nú er verið að endurvekja þetta aftur og ég ímynda mér að þetta sé þungbært fyrir þá sem að hérna eiga þarna hlutamál eða þess að lenda í þessum hérna atlögum. Ég hef nú sjálfur ekki hérna fengið eða ég hef ekki sótt starfslaun listamanna síðan einhvern veginn fyrir aldamót. Þannig að hérna þetta kemur mér í sjálfur sér ekki við. En fyrir aldamót upplifður þá hvernig allt stóð og fjall með því að þú... Nei, alls ekki. Ég hef alltaf verið skrifstofumaður fyrst og fremst og starfað við það fyrst og fremst og svo stundum sótti ég og fekk einhver svona hálfsárslaun sem að hérna gátu hjálpað mér að framlengja sumarfríið. Og hérna en þetta var ekkert sem að sko þetta stóð ekkert og fjall með fyrir mig sko
ekki eins og það gerir fyrir marga. Já, algjörlega. Þannig að ég kem pílítið utanfrá, horfið pílítið utanfrá á þessa umræðu, en svona bara, til að bara klára þetta, sko, þá tel ég að mínir hagsmunir séu fólgnir í því að hér sé ákveðið svona bara sem almennur borgari, hef ég þá hagsmuni að hér sé ákveðin standard í listum og hér sé ákveðin menningar ástand sem einkennist af grósku og listsköpun og listsköpun fá að þrífast sem mest. Ég hef beina hagsmuni af því að ég held að samfélag sem ég bý í verði betra á allan hátt. Og bara klára, sko, við þurfum að lista að halda, til þess að list sé til, það eru allir sammála það, við þurfum að lista að halda, og til að list sé til, þá þurfa því miður listamenn líka að vera til. Já. Ég heyrði aðeins í honum Jakobi Bjarnari, blaðamanni sem að bara það voru mín orð, ég sagði þú varst nú bara grýttur 2016 þegar hann var eitthvað að skrifa þessi mál og hann var einmitt að einhverju leyti með mælistiku eðlilegt að það komi bara 2 bækur 10 árum og eitthvað svoleiðis, þetta er sama svona. Sko mín niðurstaða svona persónlega eftir að hafa fylgst með þessum deilum út og suður að það sé nú kannski einhver meðalvegur þarna sem að við ræðum sjaldnast, eða mér dettur það í huga að það er oft sagt að rithöfundar hafi mjög svona öflugar bjargir og til þess að verja sig og svona og náttúrulega það væri, við getum fundið einhver dæmi að það væri kannski ekki í lagi að einhver fengi listamannalaun í 100 ár og myndi bara skrifa hálfa bók bara svo ég komi með einhverja svona eitthvað fáránlegt statement en af því að þú ert svona ekki listamaður þóttu sért náttúrulega snillingur Björn Leví þá hefur þér stundum fundist og ef þú ferð inn fyrir raðir Alþingis og þú svona rifjar upp sem að þú getur líka kannski af því þú ert nú fyrrandi þingmaður Björn Leví bara til að sko mótmála þessu sem þú varst að segja sko Björn Leví var á undan mér að flytja frumsamið ljóð í ræðistóru Alþingis Já, ok með hjálp gervigreindar Já, með hjálp gervigreindar Þarna tók að þig en ég er að velta þig fyrir mig tvennu, annars vegar hvort þú gætir aðeins uppljóstrað svona pólitískum þangagangi, menningarpólitískum þangagangi þingmanna þau ár sem að þú varst náttúrulega gagnvart þessu og líka hvort við gætum stundum verið aðeins minna yfirdrifin í að ráðast á alla þá sem að bara eru með einhverja svona efnislega staðrendir þótt þær hendi ekki nema litlu leyti til þess að fjallum list. Aðeins að leyfa þér fyrst að bregðast við þessu, Björn. Já, ég tek aðeins undir það sem að Guðmundur Andri var að segja varandi sumir hagnast á því að einmitt vera bara að rífast. En það er, sko, ástæðan fyrir því að það færa viðgangast, ég veit ekki hvort það sé rétt að segja það, er af því að það er rosalega erfitt fyrir fólk utan frá að sjá hvort þetta sé málefnilega eða ómálefnilega gagnrýni. Fólk sem að vill svona hræra upp í pottinum spyr af því að svona utanfrá séð mjög saklausra spurninga en innihald þeirra og afleiðingar þeirra spurninga eru alls ekkert saklausar. Og þess vegna er rosalega erfitt þegar að við eigum alltaf í sömu umræðinni aftur og aftur og aftur og það er vísbending ómálefnaleikheitin. Ef það er aldrei hægt að svara þessari saklausu spurningu og halda áfram með samtalið þaðan, þá er eitthvað óheiðarlegt í gangi. Og það er það sem að allavega ég hef séð að við þurfum alltaf að byrja upp á nýtt. Ég skil það einhverju leyti þegar kemur nýtt þing og nýjir þingmenn kannski eða eitthvað svoleiðis en ég skil það síður þegar það eru sömu kannski fjölmiðlarnir sem eru með sömu fréttirnar ár eftir ár og bæta engu við umræðina. Hræra bara í
vantraustinu að vissu leyti. En fannst þér þingmenn skiptast í 2 horn, menningar sinnaða sem að vilja hafa þetta kerfi, finnst það gott og hina sem vilja bylta því, eða hvernig myndir þú lýsa því? Skiptist aðalega á milli stjórnar og stjórnarandstöðu, nokkuð svona auðvitað þannig, af því að það ríkisstjórnin sem kemur fram með fjárlög og það hefur alltaf verið þannig að þessir styrkir til lista og menninga og sleiðis hafa verið mjög neðarlega á forgangslista með þessa svona auka ríkisstjórnarpening sem er til á milli handana. Þannig að öll fjárlög koma inn í þingið mjög svelt á þennan málaflokk. Og þá reyna ýmsir að taka upp svona, andaðins rólega, fara yfir umsagnunar og sjá hvað þeir geta gagnrýnt á ríkisstjórnina fyrir að vera ekki góð í þessu. Og meðan einstaka kannski stjórnarþingmenn reyna að berjast fyrir smá viðbótum sem maður veit að nánast gagnslaust. Þannig að það að styrkja það sem Guðmundur Andri var að segja. Nei, ég sé meiri sem sagt ákvörðun ríkisstjórnar í fyrirkomuleginu heldur en að þingmenn hafi nokkur áhrif á þetta. Ég held að, varst þú ekki að lista? Jú, mér langar bara að segja að listamenn fagna umræðunni, en til þess að umræðan fara á eitthvað plan sem við getum virkilega haldið áfram að tala hlutina, þá þurfum við að vera með sannindi. Það þarf ekki að, bara falsfréttir aldrei góð byrjun, því að þá fer öll umræðunni að slökkva elda að segja hvað ekki rétt. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við tölum hvernig kerfið, er það nógu sterkt. Þetta fjársvelt kerfi. Við þurfum meira fjármagn inn í listir. Listamannalaunin ætti að vera 2-falt hærri. Nú umræða inn í ráðuneyti að búið til einn styrktarpott, það sem bara allt fer úr sama potti. Ég sagði við Loga, ég held að skiptir engu máli hvernig þú ætlar að úthluta þessum pening. Það mun alltaf vera ádeila meðan það eru svona litli peningar. Ef við myndum bara fjölga listamannalaununum helming, hækka þau upp í 770.000, þá gætu allir fengið eitthvað sem eru með verðug verkefni. Og ef við horfum til Noregs, þar eru listamannalaun 10 ár, 5 ár, 3 ár. Hér erum við að tala 3 mánuði, 6 mánuði, 9 mánuði og 12 mánuði á teppin. Og þú þarft að sækja á hverju ári. Noregur veit að þetta skiptir máli. Og fyrir listamannin að geta verið með eitthvað fyrirsjáanleika, ef listamann myndi bara fá launin í 3 ár, hvað myndi þessi listamaður geta gefið tilbaka til samfélagsins? Ef Andri Snær hefði fengið listamannalaun 2 sinnum 10 ár, værum við hér þá að ræða saman. Þetta býr til líka eitthvað svona múæsing að þurfa að sækja á hverju ári. Já. Sko, minnst líka ágætt inn í þetta að benda á að hann skrifaði Hjálmar Gíslas, ekki Gíslason, hann Hjalli. Það er alltaf í góðan status, sko. Hann skrifaði fjárlög ársins 2025 nema 1546 milljörðum, lánasjóður rithöfunda úthlutaði 317 milljónum á árinu. Úthlutunin nemur sem sagt 0,02% af útgjöldum ríkisins. Þetta þýðir að af skattgreiðslum einstaklings á meðallaunum 758.000 á mánuði renna 39 krónur á mánuði eða heilar 465 krónur á árinu til þessa málaflokks. Og svo klikkir hann út mikið sem við megum vera þakklátt fyrir hinn svokölluðu samtök skattgreiðenda fyrir að ráðast af rótum vandans. Þetta svolítið beint í mark, Já, þetta náttúrulega, mér ekki vel við að Skafti Harðarsson taki að sér að tala í mínu nafni. Ég skattgreiðendur, við erum hér öll skattgreiðendur og ég veit ekkert hans skatta en hann allavega ekki talsmaður minn. Og þú veist, ég geti allt eins stofnað samtök sem ég kallaði samtök almennings og farið að tala sem fulltrúi almennings. Já. En að því sögðu þá skilja að sumuleyti fólk sem að fer að hugsa með þessi mál svona eftir einhverjum svona brautum gremju, það hugsa með sér hér við að taka af mér og hér ég að þræla 5 daga
6-7 daga vikunar, þræla og það tekið af mér svo mikið af því sem ég vinn mér inn til þess að halda uppi einhverju fólki sem að þykist vera eitthvað betra en ég og alltaf að segja við mig hvernig ég eigi að hugsa og hvernig ég eigi að bæta mig og þetta einhver svona þangagangur sem að maður svona mann grunar að lúri undir hjá svona þessum sem eru óanæðir með og eru andvígir þessum listamannalaunum og einhvern veginn hafa rithöfundur orðið svona tákngervingar þessara listamannalauna og eru alltaf dregnir upp Afætur. Já, og það nú ekki síst, ég heyrði að þú tala á hann sko Jakob Bjarnar sem fórnarlambi í málinu en það náttúrulega hann sem að hefur haldið þessu gangandi, þessum fréttaflutningi sem að byrjaði á fjölmiðlum þar sem hann starfaði sem yngri maður. Já, hann væri heilsu þá væri hann í umræðinu með okkur. Já, við sendum honum bara alltaf kveður. Já, og bata. Og bata kveður að sjálfsögðu. En sko, ég held að listamanna launin þau sko, þau verða aldrei afnumin. Og það óhugsandi. Það óhugsandi samfélag þar sem að erum við ekki listamannalaun. Maður heyri stundum talað að það sé ofmikið sama fólkið að fá laun og það væri frekar ástæða til þess að endurnýja sífellt þessi laun og veita ungu fólki styrki frekar. Nú að vísu nýræktarstyrkir til og þeir skipta máli fyrir ungt fólk en ég svona í grundvallaratriðum ósammála hugsuninni sem að liggur þarna baki vegna þess að ég held að það að vera listamaður sé starf og það sé lífsstarf og eins og þú varst að benda á. Já, og einmitt og að sá sem að helgar sig þessu og hefur sýnt fram á það að hann eigi erindi og list hans skipti samfélagið máli þá finnst mér að viðkomandi listamaður eigi í rauninni bara vera á launum við að vera listamaður og þetta eigi ekki endilega að vera svona afkasta bundið eins og þú varst að tala áðan með saga viðinn sko. Þá bara sittum við upp með einhverja endalausa stæður af rökuðu timbri sko, sem enginn veit hvað á að gera við. Nei. Sko, Mér langar aðeins fyrir gera vinum mínum í íhaldsmennunum smá grikk af því að þeir hafa svo mikinn áhuga á verðmætasköpun og verðmætasköpun mjög augljós í þessum geira við erum búin að fara yfir það áður en þá, af því við vorum að tala fjárlögin þá gaman að bera þetta saman við annan málaflokk sem að fær 20-föld útgjöld ríkisins eða svo án þess að við vera með nokkra verðmætasköpun og það er þjóðkirkjan. Á þess að vera með nokkra verðmætasköpun? Já, á þess að vera með nokkra verðmætasköpun. Tja, ok. Já, ég meina, hvað býr kirkjan til á hverju ári miðað við listamenn til dæmis? Það verðmæti sem mölur og rið fá ekki grandað, eins og segir það ákveðin andleg verðmæti og svo framvegis, en ekki á sama hátt og kannski íhaldsmenn vilja skoða verðmætasköpun sem slíka. Það ekki hagkerfisdrífandi. Það ákveðið andlegt heilbrigði og þess að en þar eru launin föst, eins og var að tala að ætti að vera fyrir listamenn. Algjörlega. Það ekki greitt á ræðu. Algjörlega. Engin krafa frá hinu opinbera eitthvað framlag. Nei. Við þurfum meira að borga aukalega fyrir útfarir og jarðarfarir og giftingar og þess að það Það getur verið dýrt að deyja. Það getur verið svakalega dýrt. Þannig að ekki fyrir því sjálf. Það áhuga, mér finnst þetta, ég ekkert rosalega mikið fyrir það að bera saman ein útgjöld ríkisins miðað við önnur. En ég sé ákveðin samhljóm í þessum útgjöldum og mununum á þeim frekar heldur en eitt ætti að koma í staðinn fyrir annað. Já, ég meina hvort tveggja festu óefnisleg verðmæti.
sem að við í þessu tilfelli listarinnar verða að efnislega maður nefnir það munur sem að benda á sko. Mér finnst þetta ögrandi og gott dæmi sem þú nefnir en sko ég held að ein ástæða gremjunar sé eins og þú varst aðeins að koma inn á. Ég held kannski að ætti að vera á hverju ári pínupottur fyrir bara einhverja umsækjendur sem ekki eru ungir endilega, heldur bara svona, það þyrfti ekki að vera með 3 mánuðir eða eitthvað sless, bara svona hluti af þessu vandamál, hluti af deilinur eins og þú veist að það sem kom inn á okkur finnst sama fólki fá þetta óbúslega mikið og það eru bara mjög margir vinir mínir, bara góðir rithöfundar sem ég les sem segjast hafa sótt ár eftir ár og aldrei, kannski einu sinni fengið 3 eða 6 mánuði eða bara aldrei og þarna gæti verið eitthvað að hugsa til þess að reyna að auka þessa sátt, ekki satt? Já, það samt sko hérna í lögum að 7% fer í nýliðun og það verið að vinna af 10% en til þess að fara upp í 10% þá þarf meira fjármagn því annars ertu bara að klípa af öðrum. Og er það ekki alveg ungir listamenn? Það bara nýliðun, þessi 7% fellur að þú mátt vera búin að fá einu sinni eða aldrei. Já. Og ef þú ert búin að fá einu sinni þá getur þú verið innan þessum 7% að fá í annarskipti. Svo ert búin að fá 2 sinnum þá ertu ekki lengur nýliðun. Og það var staðið við þessi 7% árið í ár og ég með þess að bara prenta hérna út að nýliðunin var 7% og það gerðu 286 mánuði, 68 launþegar í nýliðun í ár. Og mér finnst mjög mikilvægt, ég alveg sammála með nýliðunina og hún í gangi og ef þú skoðar úthlutunina þá fullt af nýju nöfnum og ekki voru samtök skattgreiðenda að benda á það. Og en á meðan að launin eru svona fá, úthlutunar mánuðirnir, svona fáir, þá náttúrulega bara allt svolítið stopp því við viljum líka hafa samfellu. Það bara gríðarlega mikilvægt. Og þegar þú ert að sækja listamannalaun, þegar ég verið í úthlutunarnefnd, þetta bara erfiðasta vinna sem að ég hef verið í. Ekki þakklátt? Ég þakklátt. Nei, menn ekki þakklátt vinna. Já, ég alltaf þakklátt. Ég þakklátt vinna. Já, mér fannst bara mjög mikilvægt að taka þetta að mér. Bæði til þess að gefa að mér til samfélagsins, líka bara til þess að sjá hvernig staðið að þessu. Þegar ég var með mína efasemdir. Og ég skal segja ykkur það að þetta bara ótrúlega vel staðið að þessu. Og bæði færðu kynningarfund, þú ert með matskvarða og ég var mjög stressuð því að bara flesti mínir vinir eru listamenn, hvernig ætla ég að fara að dæma, en þetta bara eins og fara í módelteikningu. Þú ert með nakin líkama og þú ert bara, guð, hvernig ætla ég að fronta þessa manneskju allsbera, en svo ferðu bara að horfa útlínunar. Það sama með, þú ert að horfa umsækjendur, umsóknirnar, þú ferð ekkert að hugsa hvað manneskju er á bakvið. Það sem að listamennir eru allsberir. Já, þeir eru allsberir, já. Og þú ferð bara að hugsa hvaða verkefni eru mikilvæg og hvar eru stattir í sínu lífs þroska og hvenær er mikilvægt að þessi þarf að fá þetta súrefni núna, við getum ekki tekið á þessum, þessi er bara á flugi, þessi er hérna mjög spennandi en auðvitað var það gríðarlega erfitt í lokin þegar þú vildir veita kannski 150 listamönnum laun, öll með mjög verðug verkefni en það var bara 60 mann sem geta fengið. Auðvitað var erfitt að þá að bara að reyna að finna rétta niðurstöðu en við erum 3 í þessu nefnd, við eigum löng samtöl og endanum auðvitað vill man alltaf gefa fleirum en á endanum er þetta alltaf mjög mikið sanngirni og ég held að og gegnsæi og það er bara mjög mikilvægt að fólk átti sig á því að fagfólk með þekkingu og reynslu er að fara yfir umsóknir og við viljum halda því þannig. Við getum ekki bara beðið Jón Jónsson út í bæ að fara yfir þessu umsóknir. Því það krefst þekkingu, það krefst reynslu og líka traust á fagvettvangi. Nú þekkjum að fólk sem er snillingar í að sækja styrki og bara getur redda styrkjum, Evrópustyrkjum bara af því að þau kunna sækjum. Þetta er sérstakt fag. Já, þetta er sérstakt fag. Er það eitthvað svona umhugsunarefni að gæði umsóknarinnar, form umsóknarinnar, að það sé í rauninni, Það fyndið að þú skulle nefna þetta, ég var einmitt að svona bara meðan þú varst að tala, þá var ég bara að rifja upp, faðir minn Tór Viljámsson var rithöfundur
og ég rakst á einhvern tímann sko þegar ég var að fara í gegnum hans dót, það sem sagt umsókn starfslaun rithöfunda sem að hann að fylla út, ég veit ekki alveg af hverju hún var þarna í hans fórum, hann væntanlega fyllt út aðra í staðinn, en gert það alveg áræðanlega eins ef ég þekki hann rétt, en hún var sem sagt handskrifuð, stórum stöfum, bara Dóru Vilhjálmsson og svo kom eitthvað krass hvað hann ætlaði að gera sko, óskiljanlegri rithöfund og svo bara og eitthvað mig og það bara, ég þarf ekkert að kynna mig og svo bara Dóru Vilhjálmsson undir og bara hafið þetta og hann fékk. Svo ég minni mig, ég held að hann hafi alltaf fengið það sem hann sótt Þetta náttúrulega óhugsandi í dag. Þetta 1970 eða 80 eitthvað, eða hvernig það var. Þannig að svona hefur nú samfélagi breyst. Ég ekki sem að ég réði við að sko fylla út svona, að búa til svona umsókn sem að næði einhverju máli. Ég held að þetta sé orðið svo flókið Nei, það ekki flókið. Þetta búið að einfalda þetta svo ótrúlega mikið og fagfélögin að bjóða listamönnum upp á aðstoð, rosa flott í Tjarnarbíó bauð öllum listamönnum að koma sem væri að fylla út umsóknina og þar væri einstaklingur á staðnum að aðstoða. Auðvitað getur þetta verið svolítið yfirþyrmandi þó þetta gerist í fyrsta skipti, en þetta orðið mjög, ég myndi segja að Rannís búin að vera að vinna með fagfólki að gera þetta þannig að þetta sé einfalt, þetta skýrt og þú ert bara að útskýra verkefnin þín og þetta mjög viðkvæmt. Þetta eru viðkvæmar upplýsingar og þú þarft að geta treyst fólkinu sem að fara yfir. Þetta eru hugmyndir oft sem bara á viðkvæmum stað. Og ég skil alveg að listamennir ekki alveg tilbúinir að gera skýrsluna sína bara opinbera því þú ert kannski bara að segja frá þínum innsta kjarna og hugmynd sem á viðkvæmum stað og við lifum tíma núna sem gervigreindin búin að stela okkar öllu ævistarfi og við verðum að fá að halda í eitthvað. En einn rithöfundur sem sóttum fyrir 2 árum axlaus, hann sýndi mér svar tölvupóst frá nefndinni synjun og það var hálf málsgrein að gæði umsóknarinn hefði ekki verið næga eitthvað sluðis og bara engin frekari rökstuðningur. Þetta var eitthvað sem maður var byrjað á að gera sko að svara svona og svo held ég að verið horfið frá því að þetta kom svo illa út. Nei, þetta byrjaði svo viðkvæmt fyrir fólk. Fyrir ári síðan þá var ákveðið að gefa eitthvað skona endurgjöf sem væri aðeins meir en bara því miður, þú fékkst ekki, bæ. Það væri kannski aðeins meira svona persónulegra og hvað var það sem vantaði upp á. En það fór eitthvað aðeins út úr böndunum, þannig hjá myndlistamönnum, það var gefið aðeins ítarlegri umsögn. En núna bara komið staðlaur texti sem verður. Höfnun náttúrulega bara höfnun og alltaf erfið að takast á við sko. En ég veit að ég verð að segja að mér fannst þessi endurgjöf hugmynd fáraleg. Því að þegar ég sætti í þessari nefnd, þá bara 99% umsækjendur hæfir og með frábæra umsókn. Og það bara takk fyrir góða umsókn því miður var ekki meiri peningur í boði. En stundum útlitað það ekki í ljósi þess að nú hefur þessi ekki fengið í 2 ár en hann að gera góða hluti og þá setjum við hann. Er það ekki stundur rök að deila þessu á milli þeirra sem ekki áskrifandur á þessu? Sko það engin áskrifandi. Já, það nú búið að benda á nokkra sem að fá alltaf. Þau hafa líka fengið synjun. Það bara ekki bent á það. Og það hefur fengið hluta af mánuði. Ég að tala eins og Skafti Harðarsson núna? Nei, þú bara að halda lifandi samræðum. Sko, mér alltaf bara verið að benda á að þetta fólk hefur fengið alltaf. Það aldrei benda á og það hefur ekki alltaf fengið. Og það hefur fengið bara hluta af ári. Við þurfum samfellu. Það bara það sem við viljum og rithöfundar eru búin að halda vel í það. Við myndlistamenn mættum gera meira af því ef ég á að segja eins og mín skoðun en það aldrei sama fólk í úthlutunarnefnd. Bíl gerði siðareglur og verklagsreglur fyrir fagfélögin sem að úthluta eða tilnefna í þessar nefndir og það að tryggja armslengd og það situr engin lengur en 3 ár, þannig að alltaf rótering og þessi listamenn sem að fá oftar
eða oftast, þetta eru listamenn sem eru bara að gera verðug verkefni. Þessi úthlutunarnefnd telur að þau eru að vinna mikilvæga vinnu og eru listamenn sem að skipta máli og eru að vinna verk sem að þurfa að koma Mér langar að koma með eitt persónulegt sjónarhorn áður en ég gef þér orðið nafni. Ég hef verið bæjarlistamaður Akureyrar. Ég var mjög þakklátur fyrir þann heiður. Ég hef aldrei átt í jafn miklum erfiðleikum með að ná endum saman og í rauninni var það eiginlega ekki hægt. Og síðan hef ég alltaf svolítið tekið hatt minn ofan að fólk láti bjóða sér það. Hvað þessar tekjur, hvað þessar peningar eru litlir. Og þannig að það mitt persónulega sjónarhorn á þetta sem ég langar hérna að leggja á borðið. En gjör svo vel. Já, það smá áframhald hérna með umræðan það hvort þetta séu nýsköpunarstyrkir eða listamannalaun hérna sem áhugavert að sjá hérna mununa þessu því að fyrirkomulagið var tímalega stöðrið sig þannig að 1970 eða hvernig sem var. Ég hef séð umsóknir og svör á öðrum stöðum í nýsköpunar styrkjónum heldur en endilega hjá listamönnum bara í rannsóknum eða tækniþróunarsjóði ýmislegt svoleiðis. Og skiptinguna til dæmis landshluta af hverju eru ekki styrkir að fara mikið til dæmis á Austurlandi eða Vestfirði og svo framvegis. En þá koma svörin það eru að fara hlutfallslega jafn mikið að styrkjum þangað bara umsóknar eru svo miklu færri og jafnvel engar sum árin og það til dæmis út af því að fólk treystir sér ekki í að leggja í umsóknarferlið af því að það flókið ef það ekki einhver til staðar. Það lækkar svo mikið í launum líka við það. Eða það Það líka öðruvís að vera algjörlega ótengdur svona menningarstraumum ríkjandi hjá þjóðum. Ég þekki það eftir að hafa búið öll þessi ár út á landi. En svo er vandinn eins og verið að benda á það skorturinn á fjármagni í þennan málaflokk í heild sinni, ekki bara hjá listamönnum, heldur líka í rannsóknum, grunnrannsóknum og í alls konar svona nýsköpunarverkefnum, að þeir sem eru metnir hæfir og umsóknir sem eru metnar hæfar og góðar og fá, topp einkunn, ég veit þessum góðu bókstöfum, A-einkunn, það geta ekki allar fengið styrk. Nei. Og það rosalega áhugavert ef við pælum aftur í svona þjóðhagslegum ávinningi eða menningarlegum ávinningi eða ýmislegt að þegar við erum að gera upp á milli verkefna 40 verkefna sem eru öll í rauninni jafn góð með hæstu einkunn hvernig getum við útskýrt það fyrir helmingi þeirra að þau fá ekki úthlutun og meðan hinn helmingurinn fá það og þar hef ég séð ástæður eins og bara það var stafsetningaveilla. Af því að þetta bjúrókratískt og þarna bókstaflega hægt að benda á að umsókn sé verri heldur en önnur af því að það stafsetningaveilla og það mjög skýtt að þurfa að einhvern veginn líða fyrir það að vera smáleiðislöndur eða eitthvað svoleiðis. Hið efnislega verður kannski aldrei alveg aðskilið listrænni umræðu þessi mál eða hvað. Ég meina, ekki eðlilegt að það sem ekki eðlilegt kannski að þættirnir á Mogganum þeir hafa verið gengið svolítið út og það að hampa þessum íslensku rithöfundum sem skrifa krimma eða eitthvað svoleiðis sem seljast brjálæðislega vel og hafa aldrei þegið ritlaun, aldrei sótt ritlaun. Það svolítið svona þröng mynd af samfélögum það ekki með því að Jú, það mjög þröng mynd vegna þess að náttúrulega samfélagið gengur ekkert að glæpi og morð og Man mætti skilja það á umræðinu undanförnu. Já, því ólöstuðu að slíkum bókmenntum ólöstuðum sem að náttúrulega okkur nauðsynleg dægrastytting og ekki skal gera lítið úr því. Það erfitt að við getum ímyndað okkur eitthvað ljóðskáld sem að fær starfslaun og gefur út bók og hún selst í 340 eintökum þessi ljóðabók
og fer kannski svona daldið undir ratar svona ljóskáldið ekki boðið til Gísla Marteins til dæmis eða kannski hingað, ég veit það ekki en allavega við sem eitthvað annar í beitt þið eru menningarlegri það segir að segja sko sem sagt þetta vekur ekki þjóðarathygli en þetta kannski eitthvað svona mjög sterkt andrúmsloft og frábæra hugmyndir í þessari ljóðabók og það ekki einhver kvikmyndagerðarmaður sem að einhver handritshöfundur sem pikkar upp hérna þessar ljóðabók fyrir að lesa og það einhverja hugmyndir í henni sem að verða handritshöfundunum að innblæstri og hann skrifar eitthvað sem að svo annar tekur við og skrifar og svo smá saman verður þetta að einhverju kvikmynd. Þetta getur orðið eitthvað risadæmi sko. Við vitum það ekki. Við vitum bara að í góðum listaverkum leynist eitthvað kým að einhverju ósegjanlegu undri og það í öllum góðum listaverkum eitthvað kým að undri og við fjárfestum þess vegna í sömu verkefnum vegna þess að við teljum að samfélagið þurfi á slíku að halda. Tek undir þetta. Tökum við ekki bara öll undir? Jú, þetta... Er þetta ekki lokaorð? Þetta frábær lokaorð. Björn ekki alveg viss. Jú, þetta bara öll nýsköpun virkar svona. Við erum að fjárfesta í brettinni til þess að fá snildina. Þetta langtíma fjárfesting, þetta besta fjárfesting sem samfélag getur gert. 1 króna sem hún setur í listur og menningu, fær 35 tilbaka. Ég bara get ekki hægt að segja þetta, það skiptir öllu máli. Hér er verið að vinna atvinnustefnu til 2030 og ég vona bara að ríkisstjórnin leiti til bíl því að hér er vannýtt auðlind. Við erum með svo frábæra listamenn hérna á Íslandi. Það er eiginlega ótrúlegt, það er eitthvað sem kraftur, þessi frumorka og við þurfum bara aðeins meira fjármagn, aðeins betri fjárfestingu og þá getum við fengið margfalt tilbaka. Það er Suður Kóreu til fyrirmyndar. En kæra þakkir öll þrjú fyrir að skapa fjölþætta umræðu listamannalaun frá ýmsum sjónarhornum því það hefur svolítið skort á það. Takk fyrir faglegt samtal. Þakkaði fyrir sömuleiðis. Guðmundur Andri, Björn Leví og þú Jónas Líf, búið að vera mjög ánægilegt að eiga þessa stund með ykkur. Sömuleiðis. Takk fyrir og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við ætlum að ræða öryggismál Evrópu, kannski fyrst og fremst, við Val Ingimundarson, prófessor sem hingað kominn. Það var svolítið sérstakt að fylgjast með leiðtogafundi Evrópusambandsins fyrst og svo komu fleiri Evrópuríki þannig daginn eftir í Kaupmannahöfn í síðustu viku. Að mér fannst svona orðfærið að einhver leyti öðruvísi. Donald Tusk sagði til dæmis að Evrópa ætti í stríði við Rússland. Mette Frederiksen sagði mjög svipað. Þannig mér fannst svona eins og að Evrópuleiðtogarnir væru að skilgreina ógnina frá Rússlandi með svona meiri afgerandi hætti að stríðið væri eiginlega komið heim til þeirra eins og samtidig Mette að hún túlkar þessa dróna á flugvellinum sem það að Danmörk sé að dragast inn í eins og heitir núna fjölþáttastríð en ef þú er búin að segja það þá er náttúrulega stutt í það sé skilgt að við erum í stríði við hverju munur á því að vera í fjölþáttastríði eða bara í átökum á vígvellinum það er ekki eðlismunur það er bara
Þannig að finnst þið það að svona tónnin í Evrópu sé ákafari, þetta vegna þess að menn að tala sig upp í það hvernig Evrópa hegða sér þegar það getur ekki treyst lengur upp á Bandaríkin, eða þetta að ógnin að austan orðin meira afgerandi? Allavega Mette Frederiksen talaði bara drónastríð, svo að þessu leyti það rétt, og líka Donald Tusk og hann og Pólverjar hafa almennt verið með svona orðræðu, þetta mikið út í það náttúrulega nágrannaríki Rússlands og Úkraínu. Svo að, en ég veit samt ekki, ég meina til dæmis Merz, kanslari Þýskalands hann talar ekki að Evrópa sé í stríði, heldur að það sé ekki friður. Svo svona verið að þetta mjög tvírætt, þetta orða þannig, en þetta náttúrulega, maður má túlka þessi orð og þessu svona meiri hörku í orðræðinni á þann veg að það sé verið að bregðast við þessum tilvikum, þú veist, þessum drónaferðum og líka þegar þessar rússnesku herflugvélar fóru inn í lofthelgi Póllands og hafa gert það með Eystrasaltsríki, eins og það svona til að sýna einhverja svona, já, ég lít svo að þetta sé verið að bregðast meira við því heldur en að alltaf ég myndi ekki túlka það svo, og frakkar líti ekkert svo á að Evrópa sé í stríði við Rússland og ekki líka eða Spánn eða Ítalía. Svo ég myndi ekki segja að þetta var eitthvað sem ætti víkka út á alla Evrópu að vera að tala í þessum tón. Það dregur þá kannski fram ólíka afstöðu ríkjanna? Já, eins og þessu mörgum málum. Það akkurat þannig. Og Evrópuríki líta á Úkraínustríð með mjög söfnum augum. Það bara þannig. Ég velti fyrir mig gott að því að viðbrögð við þessum drónum, að viðbrögðin ráðast náttúrulega að drónunum að einhver leiti, en að öðru leiti af ýmsum öðrum þáttum, og það er það sem ég var að velta fyrir mig hvað, því að maður byrja að heyra það meira núna, það sem að menn að velta fyrir hvernig lítur Evrópa út þegar Bandaríkin eru búin að draga sér tilbaka. Það er svo sem að, ég meina, fáir leyfðu sér eiginlega að orða fyrir árið síðan. En við heyrum þetta alltaf meira og meira, sem að menn bara teljið að vera kannski skyldu okkar að velta upp þeim valkosti, hvort sem að menn að segja að það sé kannski endilega staðan sem að verður, en maður heyrir það meira. Hvort að viðbröðin séu líka merki það að Evrópa sé svona að finna sér einhverja stöðu sem án Bandaríkjanna. Það hefur náttúrulega verið að ræða þetta heilmikið innan Evrópu og líka innan NATO, meðal Evrópuríki innan NATO. Og það er líka bara út af þessi óvissa sem hefur skapast eftir að Trump komst til valda. Og svo núna eru Bandaríkjamenn sjálfur að fara í gegnum einhverja endurskoðun á viðbúnaði Bandaríkjanna á heimsvísu. Og þá eru sumir sem munið ekki örugglega leiða til þess að þeir munu draga verulega úr hernaðarviðurværi í Evrópu. Til dæmis það eru hvað núna ekki 80.000 hermenn, bandarískir hermenn í Evrópu, og sumir telja að þeir munu fækka þeim enn frekar og líka draga viðveru sinni á austurlandamærum Evrópu, í þeim ríkjum. Og bara út af því alveg rétt að það Bandaríkjamenn hafa bara sagt að beinlínis að Evrópuríkin eigi þessi lokamarkmiðið að standa undir vörnum Evrópu og aðkoma Bandaríkjamanna að því svona í loka skrefinu yrði einhver svona sem kallaður á ensku backstop eða öryggis baktrygging einhvers konar, en þá var það spurningin í hverju felst hún? Er það kjarnorkuvopn? Er það eitthvað kjarnorkureglíf? Eða það sem núna að gera þess vegna eru Evrópuríkin svona veik í öllu þessari, í samskiptum sínum við Evrópu. Við höfum séð þessa undirlagi hátt gagnvart Bandaríkjunum í viðskiptamálum og líka í raun og veru þess að hernaðar yfirburði Bandaríkjamanna eru svo miklir. Ég meina það talað að 85% af öllum svona hernaðar upplýsingum og njósna upplýsingum sem berast eða með NATO séu komnar frá Bandaríkjunum. Og þetta eru svo mörgum sviðum sem Evrópuríkin eru á eftir. Það mun taka 10 ár. Það er talað að það muni taka 10 ár fyrir Evrópu til að vera algjörlega óháð Bandaríkjunum, minnsta. En eru þau á leiðinni þangað? Því að Trump til dæmis
Hérna hélt ræðuna yfir hersöðingunum. Þá var hann að tala um það að hann hefði neytt Evrópuríkin til þess að verja peningum í hernað og varnarmál og það þýddi það að það kæmi pantanir til Bandaríkjanna framleiðslu á vopnum og hann sagði keyrið verksmiðjum ykkur áfram, ég sel og sel, þið verðið að framleiða miklu meira. Og þetta akkurat sem þessu staði sem Evrópuríkin í sem vilja ekki gangast inn á þetta. Hvernig eiga að vera óháðari Bandaríkjamönnum með síður gjörsamlega háðum vopn og hernaðartækni og annað í þeim dúr. Þetta náttúrulega eitt af því sem þetta eina ástæðan til þess að þjóðir að verja alveg geysilega miklum fjárhæðum núna í svona, þú veist, í gerfinnetti og eitthvað svoleiðis tækni akkurat til að draga svo að Evrópa verði sjálfstæðari á þessum, og líka Macron hefur margótt sagt að við erum ekki að fara að endur herfaðast hérna big time eins og er í gangi núna bara til að Bandaríkjamenn og til að kaupa öll vopnin af Bandaríkjamennum sko. Svo þetta er akkurat vandamálið. Eins og staðan núna að þá eru Evrópuríkin mjög háðið var bandarískum herbúnaði, mjög víðum skilningi og þess vegna þarf að byggja upp hennan evrópska hergagnina og það sem mun taka tíma. Og við erum í einhverju svona millibils ástandi eins og bara í alþjóðamáli finnst mér. Bara núna að sko, það sem Bandaríkjamenn að gera að þeir eru að beita Evrópuríkin efnahagsþrýstingi. Þeir eru að beita þrýstingi á grundvelli þess að þeir séu með hernaðar viðburði eða yfirburði, ekki satt? Og svo að það mun taka tíma fyrir Evrópuríkin beinlínis til að þetta er náttúrulega svona hegðun líka sem er mjög svona imperialísk í eðli sínu. Og sem líka kemur inn á þetta sem er að gerast í alþjóðakerfinu, erum að fara inn í eitthvað annað kerfi. Og þá, eins og Macron orðar að við erum ekki að fara að kaupa gömulvopn af Bandaríkjunum og þá er svona hugmyndur þess að hernaði sig öðruvísi núna heldur en var þegar Bandaríkjamenn byggðu upp sinn viðbúnað þó að kannski enginn efast að Bandaríkin kunni alveg að bæta ofan á það til þess að svara kröfum nútíma hernaðar. En eins og stundum eins og fólk í Afríku geti sagt að við hleypum bara yfir landlínuna og fyrir bara beint í GSM-ið og þar lendi höfum við svona ákveðið forskot að sumuleyti má heyra eitthvað svona tón í Evrópu að þetta sé kannski kostur ef við förum og skilgreinum okkar varnir og varnarþarfir. En þá þarf þetta að hafa eitthvað svona batteri í Evrópu sem að ræður við þetta. Ég veit ekki hvað tók langa tíma fyrir Evrópumenn að búa til Airbus þá var samkynnsæft við Boeing og stór hluti af því að Airbus þykir orðið bara betri en Boeing að Boeing hefur bara versnað svo mikið að þeir voru að sömur til hefni og líka svona eins og ég meina Evrópumenn voru eins og með geimáallanir og það eru kjarnorkuveldi inn í Evrópu en þeir eru eitthvað svona langt á eftir þannig að þegar þú segir 10 ár ég myndi segja bara áratugi sem að taki Evrópu að búa til eitthvað svona getu til þess að þróa vopn og framleiða þau til þess að verða óháð Bandaríkjunum. Já, þetta þá er vandræðin þú þátt að kaupa á millitíðinu, þú þátt að kaupa gamla hluti. Ekki endilega gamla, nýjasta. Þú kemst aldrei í að búa til nýtt vegna þess að eyðir þetta peningur nota mig. Já, það er akkurat sem að vera eyða svo miklum pening. Að hluta til þetta rétt sem Trump er að segja að Evrópuríkin voru að bregðast við þrýstingi Bandaríkjamanna. Og sum Evrópuríki hafa túlkað þannig að við gerðum þetta og þess vegna mun það draga úr líkum á því að Bandaríkjamenn munu draga sig alveg út úr Evrópu. Þú veist, þetta verður svona minni, þú veist, það munu kannski minnka hernaðarviðburði sína en það verður ekki til þess að þetta verður eitthvað svona algjör umskipti. Það er eitt sem er svona, en svo tölum Airbus og Boeing, það er einmitt sem hefur leitið dálítið til, svona, þetta sé svona módel sem ætti að reyna að fylgja. Eitthvað getur sett Concorde, það veit ekki verið það, en það var svona samverðurstörkefni. En þetta mun bara taka tíma og svo vorum við að tala ósamstöðu Evrópuríkja, það eru söm ríki sem svona hafa minni trúa þessum auknu hernaðar útgjöldum en önnur og svona klassíska dæmi það er náttúrulega Spánverjar sem bara er ekki tilbúnir til að gangast inn á þetta 3,5% pluss 1,5 í svona varnartengd innan gæslappa verkefni. Og gera það þá, eins og stundum er sagt að það er öryggishagsmunir alltaf það sem er efst hjá hverju ríki fyrir sig og fólk og þjóðir meta aðgerðir sínar út frá öryggishagsmunum
öryggishagsmunir Spánar eru bara allt aðrir heldur en Póllands. Já. Og Portugals og Ítalíu líka. Já, og það ekki hægt að neyða þau ríki til þess að vera með varnar viðbúnað eins og þau væru Pólland eða Eistlandsríkin, eins og maður heyri stundum hérna á Íslandi að við eigum að hegða okkur eins og Eistlandsríkin eða Pólland, af því að fólki þar óttast svo mjög ógnina í austri, en við erum bara ekki á því svæði, við erum eiginlega betur settur heldur en Spánverjar, betur settir. Þannig að ef að Evrópa á að taka algjöra stefnumbreytingu til þess að sjá eigin varnir, enginn efast kannski að Evrópa verður að hafa sameiginlegar varnir, eða hvað? Nei, það er spurningin aftur. Austurríki bjargar sér ekki eitt. Nei. Það er ekki NATO, ég nefndi það. Já. En svo spurningun alltaf mun koma líka upp, sérstaklega ef að það er verið mjög fráleitt að sjá hvað kemur út úr þessar endurskoðun Bandaríkjamanna og það er hérna sem heitir Kolby sem var varnarmálaráðherra eða stríðsmálaráðherra, ætla ekki núna og hann hefur verið mjög gagnrýninn á Evrópu og hefur viljað bara að Bandaríkjaman ætti að einbeita sér að þennu raunverulega óvinni sem er Kína og láta bara Evrópu með sjálfum og heldur ekki, hann hefur líka verið svona gagnrýninn á svona ræddur að Bandaríkjaman ætti að skipta sér meira aftur af Miðausturlöndum og svoleiðis. Hann vill bara, en hefur við tapað nokkrum svona slögum út af því. Svo að það er ekki alveg víst hvað hann er áhrifamikill, en hann fer fyrir þessu og ég get þess vegna ímynda mér að sem Evrópuleitar séu ekkert hrifnir af því út af hvað hann hefur gagnrýninn á Evrópu. En það sem líka kemur inn á þetta er einmitt að koma einhverju leið það sem kemur út úr þessari endurskoðun og líka bara svona hvað verður úr þessari stefnu Trump almennt er að koma einhverju leiti mun bara NATO lifa áfram þú veist þá bara svona evrópskt form eða hvort Evrópusambandið muni koma með einhverju sterkari krafti inn í þetta og meðan Bandaríkjamenn eru í Evrópu og þá eru með þú veist að nefna Pólland og þessi ríki þá vilja þau hafa náttúrulega Bandaríkin eins þétt að þessir og þau eru til að gera nánast hvað sem eftir þess og vilja þess vegna ekki vera að lyfta mjög mikið Evrópusambandinu á þessu sviði þangað til að niðurstaðan verður svo að það kannski er ekki í boði Bandaríkin draga sér tilbaka að þá verða þessi lönd að breyta afstöðu sinni og sættast við einhvers konar hernaðar uppbyggingu sem er byggð á Brussel og svo er líka það sem er að gerast í dag út af því að það er náttúrulega út af hvernig bara Trump hefur hagað sér og hver stefna Bandaríkjamanna hefur verið svona óáreiðanleg er að þá eru sem Evrópuríki að huga að eigin viðbúnaráætlunum innan NATO enn sem komið óháð Bandaríkjamanna það byrjaði að plana þannig þú veist að ef það verður stríð eins og Rússland eitthvað líka þá verði það þú veist Evrópuríki stríð við Rússland að þá verði bara verið með sinna eigin áætlunir og verði bara hverju sjálf sem mestur þetta sé þannig sem svona finnska aðferðin þetta fer ekki mikið fyrir þessu en það kemur ekkit óvart þessu sem ríki að hugsa þetta mætti kalla finnsku aðferðina sem að finnar leggja svolítið upp úr því að þeir geti varið sér sjálfur og bara breyttu náttúrulega eftir að kallastríðinu lauk þá breyttu þeir engum í sínum vörnum þetta voru svona landvarnir sem beindust gegn einu ríki Þannig það eru ólíkir hagsmunir í Evrópu en að því að við erum að tala um Trump þá er þetta eins og þú ert að nefna aðstóðar stríðsmálaráðherrann hann er að enduróma afstöðu sem er mjög rík í Bandaríkjunum og þetta með að Evrópa eigi sjálfa fjármagna sína eigin varnir er orðræða eins og maður getur orðað sem að Trump hefur unnið ég held að það sé bara almennt viðurkennt í Bandaríkjunum. Fyrir þann tíma þá kannski horfðu menn á það að Bandaríkin væru með viðveru í Evrópu og væru virkir í vörnum þeirra vegna þess að þeir fengju annað í staðinn sem þeir fengju þessa bandalagsþjóði með sér sem þeir þyrftu á að halda í alþjóðakerfinu. Trump talar eins og hann þurfi ekki á því að halda, hann ætla bara að reka sitt stórveldi sjálfur, hann þarf ekki á Evrópu að halda vegna sann, í fyrsta leið þá hefur hann ekkert sérstaka trú á Sameinuðu þjóðunum eða alþjóðlegum stofnunum.
Þannig að svona það að eiga svona bandamenn í einhverju slíku er minna atriði í hans huga heldur en veriður. En það þetta með að Evrópa verði að sjá eins og sjálft, ég held að það sé bara, ég myndi ekki halda að það kæmi næsti forseti í Bandaríkjunum sem myndi snúa þessu við. Þetta bara stefnubreyting sem hefur orðið og það var ekki bara óskykja fyrir Evrópu og halda að við bara býða Trump á okkur. Jú, það var náttúrulega þannig brugðust Evrópuríki við fyrsta kjörtímabili Trump að þetta væri bara eitthvað óeðlilegt, eitthvað var í gangi, en nú er þetta gerist í annarsinn og þá er ekki þetta að taka svona séns aftur, sko. Svo þeir verða alltaf, Evrópuríki verða að gera, leiðtogar í Evrópu verða að gera ráð fyrir þessu. Þetta verði einhvers konar, þetta haldi áfram með einhverjum hætti, sérstaklega repúblikanar verði stjórn. Nú, en sko, þetta er alveg rétt að hann lítur eiginlega á svona alþjóða kerfið og líka bara sem eitthvað svona fyrirtækjarekstur, eins og ég segi. Þetta er að hann vill sem sagt alveg líka og það eru svona hugmyndir til dæmis í kringum, hann ráðgjafar í kringum Trump sem eru með svona hugmyndir eins og segja að það er ekki búið að samþykkja svona áætlanir en svona að segja, jú, við skulum að nota öryggistryggingu Bandaríkjanna sem alltaf verið svona límið í NATO, alltaf alveg frá upphafi, að nota svona efnahagsmeðul og eða bara fjárkúun í sjálfu sér, gagnvart Evrópu til að veita þessa tryggingu og til dæmis eins og það að segja, já, við sem sagt við erum tilbúin til að veita einhvers konar öryggistryggingu í formi hvernig sem hún verður, það er þetta skilgreina hana en með einu skilyrði, að þið sem sagt, já, bara kaupin alltaf vopnin öll frá okkur og líka sem sagt að þið sitið 100% tolla á vörur frá Kína eða frá Indlandi, eitthvað svoleiðis, fara að tengja svona mál með beinum hætti sem er náttúrulega líka mjög imperialist, eins og ég segi. En þetta, svona hugmyndur er í gangi meðal ráðgjafans, þetta hefur ekki verið samþykkt, en þetta er svona eins og þetta verið kallað á ensku svona hagar sér, svona transactional, þetta er allt gengur út á business, svona viðskipta, þú veist, og bara fá eitthvað út úr hlutunum, það veist, gildi skipta einhver máli í þessu, sko, bara, það snýst allt þetta. Nei, það var náttúrulega það sem var áberandi í þessari ræðu, fyrir utan það að hann ætlaði að setja herinn á innri óvinnin í Bandaríkjunum, að það var þetta, hann var ekki bara að tala um Evrópu, heldur en hefði líka verið að selja Sátonum 72 þotur og var að nefna og hann ætlaði bara að halda áfram að fara um heiminn og þið verði bara framleiða meira því að þetta verður stór innspýtingin í bandarískan efnahag og þá bara að fara að reka hermátt Bandaríkjana sem business. Bara eina stóðunum, ef við erum í Íslandi þá myndi þetta vera eina stóðunum undir efnahagslífinu. Þetta hefur oft verið það, reyndar þetta náttúrulega langstærsti vopnasali heimsins. En yfirvarpi hefur verið að gæta af einhverjum friði eða öryggi. Þetta er alveg snúa við, þetta er bara orðið business. Já, alveg hreitt business. Já, til sannsvega að færa. En NATO án Bandaríkjanna, hvað gæti það verið? Eða án þessar öryggistrygginga Bandaríkjanna? Ég held að svona Evrópuleiðtogar sé ekki komnið þangað. Nei. Þú veist, það sé ekki þannig. Þú þurftir eiginlega uppfinna NATO, því að NATO er eiginlega bara smíðað í kringum Bandaríkjanna. En náttúrulega, það sem við erum að sjá í dag er alþjóðakerfi, það sem Trump hefur sett sér það markmið að brjóta það niður. Það er alveg, þú veist, það er þetta kerfi sem að koma á fót, einhverjum fyrir tilstilli, mjög miklu leyti fyrir tilstilli Bandaríkjamanna, er núna orðið mjög veikt. Og það er vegna svo Sameinuðu þjóðirnar og öll þessar stofnanir í kringu það. Og þið sjá þetta þessa nýja áætlun Gaza, hvar eru Sameinuðu þjóðirnar? Það er alveg, þú veist, er ekkert inn í myndinni, sem er algjörlega andstöðu við öll svona tímabundnar umboðstjórnir, þú veist, þeir eru að fara inn í lönd eftir stríð eitthvað svona. Það verður að hafa umboð eitthvað frá. Já, ég er að segja alþjóðalög og svoleiðis. En þessi hefur bara umboði frá Donald Trump. Já, einmitt, það er ekkert sem bara formaður ráðsins. En já, það sem er að gerast er þetta, hann hefur sett sér þetta markmið, er hann að brjóta niður þetta kerfi og það, en við sjáum samt margar stofnanir, þær eru ennþá á lífi. Þú veist, þessar stofnanir eru ennþá á lífi. Mér finnst það svona eins og Antonio Gramsci talaði interregnum. Hann talaði svona millibils ástand. Þú veist að gamla kerfið er ofboðslega veikt og er komið mjög mörg sjúkdómseinkenni fram sem sjást
en það er ekkert nýtt kerfi hefur fæðist og við erum á þannig stað núna einhvern veginn og við erum með NATO alveg í gangi og það þú veist og menn tala þú veist, eins og oft í gömlum frösum NATO en það er svo ljóst þess hvernig Trump hvað línu hann er með að það er ekki að líta á þetta sé eðlilegt samband lengur og samstarf við Evrópuríkin svo að ég lít svo á þetta svona og svo er hann líka náttúrulega hóta aðildaríkjum eins og Kanada þú veist eins og gerði upphafi forsetatíðar sinnar þú veist að gera Kanada 51. ríkina Það nefndi það í þessar ræðu sem ég er að vitna í það væri miklu sniður að Kanada væri bara 51. Já, akkurat og svo náttúrulega Grænland þú veist og það var náttúrulega beinist náttúrulega líka gegn Danmörku svo við erum að sjá svona eitthvað kerfi og þess að minnast á þetta eitthvað svona afturkvarf til einhvers konar heimsvaldastefnu og veist það verið svona eitthvað 19. aldar eitthvað svona afturkvarf til 19. aldar stefnu heimsvaldastefnu en á meðan er þetta gamla kerfi enn við lýði sem var stofnað eftir seinni heimsstyrjöld svo það takast á í raun og veru þessar tvær hugmyndir og svo þurfum við bara að sjá hvernig þetta endar því það veit engin ef að gamla kerfið er dautt þá getur einhver sagt að það sem er að fæðast er bara það sem er að verða til svona í kringum BRICS og það sem að sést til dæmis í því að þegar að vesturveldin og Bandaríkin sitja viðskiptaþinganir á Rússland að þá getur Rússland haldið áfram vegna þess að það er bara sterkir aðilar í heiminum aðrir. Við lifum ekki einpóla heimi, þannig að þú getur beinir bara viðskiptunum og annað. Já, það er eitt sem gerist, ég veit ekki hvað BRICS er sterkt í dag, þú veist, og það er náttúrulega líka, þetta er ákveðið mótvægi við aðalega við Bandaríkin, en líka við Vestræðaríki, og Vestræðaríki eru samt sterk, þú veist, alþjóðavettvangi, svo ég er ekki alveg sem að þetta muni koma í staðinn. En aftur á móti það getur komið til hliðar já, nákvæmlega, ég er sammála því þetta er að vera svona fjölpóla heimur og þetta er svona, og sérstaklega eins og þessi samningar sem Bandaríkjamenn eru að gera núna við ýmis ríki eins og Suður-Kórea og Japan og tolla og allar þessar tollahækkanir og svona og tilslaganir eitthvað svoleiðis, en ég meina, svo segja menn þeim sem Suður-Kórumenn eftir að það eru gert þá við tölum einhverjum svona embættismenn sem segja við gefum okkur þessi tilvíð en svo bara beinum við viðskiptum annað svo þetta er líka með fara að gerast við ætlum ekki að fara að gangast inn á þetta og stórt tap á þessu kerfi sem er að reyna að koma á svo þetta með líka að gerast hann ítir á eftir því að viðskipti leiti annað nákvæmlega það sama má segja að því ég nefndi þannig að það hefði verið að stæra sig að því að selt 72 þotur til Sádi-Arabíu sem ég náði ekki alveg hvort það væri svo frágengið eða hvort það væri svona óskikja að Sádi-Arabar eru með varnarsamning með Pakistan sem er kjarnorkuveldi þannig að Sádarnir eru að leita einhverjum öryggisleiðum sem eru sko framjá Bandaríkjunum því það er ekki lít samband á milli Pakistan og Bandaríkjana alltaf. Nei, það er með þessi nýlegi samningur um kjarnorkureglíf sem Sádi-Arabar vildu frá Pakistan. Já, svo er þetta líka mjög áhugavert. Ég get sagt svona en sem sýnir hvernig ástandið er að ég var á ráðstefnu í Rúmeníu og þar var fréttamaður frá New York Times í einhverju pallborði og hann var að segja tvær sögur frá Trump, hann hafði verið alveg í hans svona nánastu umhverju verið með hann Air Force One og var búin að verið með alls að fréttamenn á Hvítuhúsinu og svona tengist og hann var að segja það að þegar einsagan er frá fyrra kjörtímabili Trump og hún er svona að þegar hann kemst í valda og hvernig hann talaði þá NATO sem var náttúrulega mjög svona var svona vakti upp mjög svipuð hughrif og núna eftir að komst aftur til valda og svo þegar hann fer í svona fyrstu ferð til höfuðstöðvar NATO, nýrra höfuðstöðvar NATO og þá hefði New York Times verið að reyna að kanna það með að hafa samband við allskis fólk í kringum hann, hvað hann myndi segja hvort það myndi svona ítreka eitthvað skuldbindingu Bandaríkjamanna gagnvart Evrópu og eitthvað svoleiðis eða
og svo komst blaðið því eftir að tala við fólk alveg kringum með þess að séð einhver sem hefði séð ræðun hans, hann sagði já, hann mun gera það, þetta verður svo New York Times kemur með frétt bara sem svona mildileg orð og þess að líkur á því að Trump muni segja þetta í dag hérna í Brussel. Svo kemur Trump í höfuðstöð NATO og bara gengur bygginguna, það er allt á hornum sér og þetta er sem íburður og þetta það verið allt og dýrt og eitthvað svona og hann hefði getað reist þetta hús fyrir miklu minni pening og þetta gengur ekkert út á annað en bygginguna sjálfa og svo þegar hann heldur ræður það var ekkert minnst á þessu skuldbindingu sko. Annað sem sýnir sko, þú veist, að þetta þú veist, það er alltaf verið punkturinn að þessi, það er alltaf verið að gera ráð fyrir að þetta sé eitthvað mjög svona rassjónlega, svona skynsemis svona hugmyndir allstaðir, að lokum mun hann sjá ljósið og þetta eitthvað svona, það er svo svona, bara maður get ekki séð þetta fyrir. Og annað dæmi er hérna Indland nýlegt, þú veist, það er náttúrulega allt í uppnámi í samskiptum Bandaríkjanna og Indlands eftir að hann setti 50% toll á Indverja. Og þá var það þannig sko að menn svona litu svo, já, ástæðan til þess að hann gerir þetta er svo að náttúrulega Indverjar komið sér undan þessum refsiaðgerðum með, þú veist, bara keyptu ódýra rússnesku olíu sem náttúrulega sem Vesturríki höfður þrýst verðin á í kraft þessara trygginga og eitthvað svoleiðis tryggingafélag og svona og hann hefði síðan og þessi bara refsaði þeim fyrir það. Þá, nei, þetta hefði ekkert með það að gera. Þetta hefði með það að gera að Trump hringdi í Modi og sagðist og talaði um það hvað hann hafði lagt mikið til þess að náði samkomulag milli Indverja og Pakistana að láta að þessu vopnaskaki sem hefði verið þarna í stuttan tíma í sumar. Þá segir Modi við hann, þetta var ekki þannig, við bara sættumst, við bara leiðtogaríkina bara komst að þessu niðurstöðu sjálfur. Eins og áður hefur gerst. Já, nákvæmlega. Og þá nota samt tækifærið en ætlar samt ekki að leggja það til að ég fái Nóbelsverðlaun friðarverðlaun Nóbels, segir Trump við Modi og Modi tekur ekki voðalega vel í það. Hann er að refsa honum fyrir þetta símtal. Þetta er það sem hann er að segja. Þetta er oft sko svona ástæður, hvernig ástæður til þess og bara hvernig ákvörðan að taka þarna er svo óumdeilanlegur. Ég var eitthvað að reyna að lesa indversku pressuna sem nú stór og mikil, stærsta dagblaðútgáfa í heiminu líklega. En þar eru menn að tala um þessar refsitólla að þetta snúist ekkert Rússland. Þetta er bara verið að er í tolla leikur í sko viðskiptasamningunum sem að Trump er að reyna að fá eitthvað sko betri díl. Og þar tala menn að þetta þannig menn vita bara ekki hvað er maðurinn að meina sko. Það er ekki alltaf ljóst. Og sömuleyti þá eins og með Kanada og Grænland þá kastar hann eitthvað svona fram. Kannski verður bitið á þetta einhvern veginn og það verður eitthvað úr þessu. Hann talar svolítið svona eins og svona svörum öðru, þessi bara kanna áhrifuna í salnum og ef að salnum tekur vel undir Grænland þá bara keyrum við á það. En ef það er ekki, þá er bara ekki færi á að gera það núna. Stundum finnst manni að hann tala þannig. Það er bara að leita að einhver lausnum sem að kannski er góð aðferð, ég veit ekki það, þegar það er svona mikil degla í heiminum. Og sömuleyti finnst manni sko að Evrópa gæti kannski hugsað svona opnara hver væri sín staða í margpóla heimi. Þú nefnir Evrópa var með þrýsting á Bandaríkin að setja refsitólla á Indland og Kína, en þá sem að var í viðskiptum við Rússland. Og Trump sneriði við og sagði viljið ekki bara byrja með Kína. Og maður sér ekki alveg að Evrópa sé eiginlega í stöðu til þess að fara út í viðskiptastríðu við Kína. Raunmúlegt stríð við Rússland, eitthvað svona kuldasamband við Bandaríkin, að Evrópa verður einhvern veginn endurskilgreina hverju sín staða í fjölpóla heimi. Algjörlega og sérstaklega ef Bandaríkjamenn halda áfram á þessari braut þá er það augljóst. Það er vont að vera leppríki ef að sko svo sem heldur í tauminn er farin. Já, en svo vilja þau kannski gera Evrópusamband að einhvers svona leppríkja sambandi eða einhvers konar undirmálssambandi eins og ég segi með því að neyða þá til að gera einhverja samninga við Kína
og Indland, Já, þess að allt segja til þess að halda Bandaríkjunum bara við erum til að láta okkur öryggistryggingu á þessum tíma ef þið gera það sem við viljum í efnahagsmálum sem hendar okkar þjóðarhagsmunum. En þá ekki líklegt að þá klofnir svolítið á milli Evrópuríkjanna? Sjálfsögðu. Það voru kannski Eystrasaltslöndin og Pólland sem var til að gangast inn á þetta. En ekki Frakkland, ekki Spánn, ekki Ítalía, ekki Portugal. Og raunverulegt við að vera í þeim hópi því að við erum langt frá Rússlandi. Ég veit ekki alveg áttar á því hvar við erum í þessum hópi. Stundum erum við að fylgja Eystrasaltslöndunum og Norðurlöndunum. Aðalega Norðurlöndunum. Mér veist svona retóríkin, ef við tölum Úkraínu, þá það svona, mér veist hún svona samhljómið þar mikið. En það náttúrulega allt, samt einmitt að benda á, auðvitað staða Íslands önnur, allt önnur heldur en sumar þessar Finnlands og Svíþjóðar og annarra Norðurlanda út af nálæðinu. Og við getum orðað að sko, tengst þessara landa við Eystrasaltslöndin eru miklu meiri heldur en okkar. Að sömuleyti sko, bankakerfi í Eystrasaltslöndunum stórleiti sænst og þar fram eftir göttunum og viðskipti við Finnland við Eystrasaltslöndin allt önnur. Þannig að sömuleyti erum við að fylgja sjónarmiðum landa sem hafa ríka hagsmuni á að taka undir sjónarmið Eystrasaltslanda. Þetta líka held ég dálítið ríkt sko, náttúrulega Íslendingar hafa líka fundið fyrir því að það ókyrrð hérna líka, veistu, og Grænland og svona. Ég meina fólki líður væntanlega ekkert voðalega vel út af þessu og hvernig þið talaðu þetta. Það er aðalega ekki talað um Íslensk stjórnvöld þetta bara eiginlega getur ekki rætt þetta mál. Þannig það raskar svo mikið út af orðræðinni. Já, orðræðinni. Já. En líka svo að reynda Bandaríkjamenn ekkert verið að blanda Íslandi inn í málið. Svo það er ekki kannski, en svo lengi sem það gerist að þá kemur þetta ekki upp á yfirborðið við sama hætti. En það getur breyst ef Ísland er blandað í þetta. Eitt sem að vera að tala áhrif Rússa á ógnin af Rússum. Það er náttúrulega að tala þess að dróna og svona, svo er líka afskipti af stjórnmálum innan Evrópu. Og þá lendum við í svona sérstakri stöðu að það voru kosningar núna í Tékklandi þar sem að er svona líkur á því að Tékkland geti þá farið á sveif með Ungverjalandi og fleirum sem að væru svona skeptísk á harðari viðskiptaþinganir, skeptísk á að taka gjaldeyrisvaraforðan úr belgísku bönkum og þar áttu góðum. Og þá er verið að tala að sko Rússarnir séu að reyna að hafa áhrif á Evrópu og ef ekki til þess að hafa bein áhrif á hver kemst þið valda, þá að valda einhverjum bara óróa í þessum löndum og ég vil menn vísa til þess að það sé byggt á persónulegri reynslu Pútín sem að horfði á Sovétkerfið falla þegar hann var í Austur-Þýskalandi. Þannig að hann hefur séð kerfi falla skyndilega og út af sko að það er enginn sem að vill eiginlega halda því uppi, þá bara reynur það. En það sem er sérstakt er að ríkisstjórn Donald Trumps er eiginlega að styðja sömu stjórnmálaöflin í Evrópu og er eiginlega með sömu orðræðina gagnvart Evrópu að gömlu stjórnmála Evrópuna dugi ekki. Þau séu sko endurspegla ekki vilja almennings, að þau sem haldið á floti með svona skoðanakúun og öðru slíku og þetta er eiginlega sömu ef við myndum nafna til Pútín og Trump og byrja að velja hvernig myndu kjósa í Bretlandi, þau myndu nefna sama mannin, í Frakklandi sama mannin, Þýskalandi sama flokkin. Þetta er náttúrulega Þetta er það kaldhæðnin í þessu og hófst náttúrulega strax þegar Vans hélt þessa ræðu þarna og öryggismálaráðstefnunni í München. Það sem er einmitt að bara lyfta AfD og það tala Tékkland. Babic hann er svona miklu skeptiskari á aðstoð Úkraínu og líka þú veist taka á flóttamönnum, það er eitthvað svoleiðis sko. En hann er ekki, hann er eitt ríkasti maður Tékklands og hann á mjög mikið undir evrópskum fjárfestingum, svo hann mun ekkert gera sem mun veikja það. Og hann hefur sagt það sjálfur að sko þetta er ekki spurning um það að fara eitthvað að binda trús Tékklands við Rússland eitthvað svoleiðis sko. Svo hann er aðeins, ég sé þetta dálítið mun og honum allavega Orbán. Þú veist hvað, Orbán gengur miklu lengra en samt, ég meina þetta er líka sko Tékkar gengur svo langt í hináttina áður en hann var kjörinn sko, svo þetta væntanlega mun hafa mikil áhrif bara að hann skyldi hafa verið kosinn. Svo að en ég veit ekki, það hefur verið að tala um eitthvað svona bandalag þessara þriggja þarna
Orbán og hvað heit hann í Slóvakíu kemur og Babic og en ég veit ekki en það má heldur ekki gleyma því hvernig Orbán talar en hann talar ideologist talar hann, Fico heitir hann í Slóvakíu að hann talar ideologist talar nefnitt svona margt svona þessi þjóðninshyggja hans og bara þessi gildi og svona gegn vestrænum svona gildur sem hann telur að hafa gengið miklu lengra og eitthvað svo leiðis en hann má heldur ekki gleyma að þetta eru líka rosalega svona efnaðslegir hagsmunir þetta er landlugt land sko Ungverjaland og það er ábúðslega háðir Rússlandi svona orkuöflun og svo leiðis sko svo þetta er líka það sem svona rekorinn áfram en þetta er mjög, ég er algjörlega sammála og hefur akkurat verið að hugsa þetta hvað þetta er áhugavert að þetta eru sömu bandamennir hann talar svona ekki gegn talar ekki svona Trump gegn svona kannski, hann er ekki að segja ég er með Le Pen á móti Macron hann er ekki beinlínis að segja en Elon Musk mætir á fundi í Bretlandi og ég meina Farage er mikil vinur Trump og sömuleyti hann og margt í bresku stjórnmálum svolítið, finnst manni stundum vera eiginlega innflutt frá Bandaríkjunum sko. Svona áherslan Nei, þetta er málið og þessi frasi þegar við erum að leita bandamönnum sem kom frá Trump-liðum við erum að leita bandamönnum við erum að leita að svona siðmenningarlegum bandamönnum það er að segja með þessi gildi, þeirra gildi þú veist og það er Orbán og fleiri og Meloni hefur náttúrulega verið á fundum hjá Repúblikaflokknum og verið svona í Bandaríkjunum kynnt sem stuðningsmaður Trump þó að kannski svona hennar stefna hún er að reyna að finna einhver svona innstigi algjörlega einhver brú á milli Evrópu og Bandaríkjana svo hún er ekki svona stíl við Le Pen eitthvað svo leið sko og hún er að spila þetta þannig að hún er algjörlega á móti stendur með Úkraínu í Úkraínustríðinu og alveg þar og ég meina meðan margir þessar róttæku hægri flokka populistaflokka að þeir hafa verið mjög sko svona bara gagnrýna Úkraínu það er hún ekki og hún hefur líka tekið upp svona margt svona bara þessari gamla hægri hún er svona að blanda saman gamla íhaldssama hægri og þessu nýja populist róttæka hægri það er einhver svona blanda líka bara í pólitíkinu og ideológínu. Já, bara ríkisstjórnin hennar líka samsett þannig til þess að Salvini væri að leiða ríkisstjórnina þá væri það líklega líkari Orbán hann ætlaði nú að búa til bandalag á milli Orbán og réttar í Pólandi og var einmitt fór til Bandaríkjana og var að kynna það þetta væri sömu átökin og republikanar ættu í Bandaríkjunum sem væri það að draga úr vægi Washington og þá Brussel og auka vægi þjóðríkjana og þá með fylkjana það væri samskonar barátta sem væri lýðræðisbarátta. Hún hefur ekki enn mist sko vinsældir mikið. Hún var bara að vinna í tildulega litlum sveitarstjórnum kannski bara daginn. En svona almennt hefur hún haldið fylginu og ég held að eina ástæðan sé svo að hafa hún svona skírskotaður til fleiri óbæð ekki bara þú veist eitthvað svona ólíkt Salvini. Þú veist það fylgja hans hefur náttúrulega hraunið. Já, það eru bara tveir leiðtogar í ríkisstjórnum Evrópu sem að vaksa í skoðanakönnunum það er Meloni og Kristrún Frostadóttir ég held að alls þar annars er það nýru? Já, ég held að til dæmis fylgi flokkana sem standa bak við dönsku ríkisstjórnum sem komið niður í 30%. Er það virkið? Þannig þetta er fylgi verkamannaflokksins í Bretlandi er komið undir 20%. Nei, og Macron í Frakklandi er í einhverju sko, hann getur ekki náð saman ríkisstjórn sko. Þannig að það eru víða í þessu löndum sko, þeir sem að ráðamenn í rosalega veikri stöðu innan lands, það mikil mótmæli í Bretlandi, í Frakklandi og Ítalíu reynda líka sem að tengist reynda Palestínu en eins og oft þegar það verður svoleiðis rót þá getur sko mótmælin breytt karakter. Algjörlega
fleiri komið inn í svona, og tengja saman ólík mótmæli, getur allt svoleiðis gerst líka. Þá horfum við kannski á Evrópu, að því að við erum að tala um að það eru ólíkir svona öryggishagsmunir hérna í austri og vestri. Það ólík svona lýðræðishefð, það minni lýðræðishefð í austrinu og kannski eru þau lönd veikari fyrir svona Orbán-leiðinni eða Erdogan-leiðinni eða Trump-leiðinni sem er svona kosin leið til fasisma, þar sem að í krafti þess að þú varst kosin að þá beygir sko háskólakerfið undir þig og fjölmiðlana undir þig og smátt er þetta orðið að eitthvað svona löndum eins og þessi tvö. Við erum með mikið róstur og félagslegan óróleika inn í öllum þessum löndum sem að sömuleyti snúast innflytjendamál, en að sömuleyti er þetta náttúrulega afleiðing af stöðnun, efnahagslegri stöðnun í Evrópu, eiginlega frá COVID og Úkraínu og mikið áfall að missa ódýra orku og nú er hvati á að fara út í einhverja svona viðskipta stríð með Bandaríkjunum sem að kannski horfir ekki vel við í Bandaríkjunum. Nei, fyrir Evrópu. Þannig að Evrópa er að sömuleyti þó að stundu sér talað að hún aldrei verið sterkara eins og þú kannast við fljótlega eftir innrásinni í Úkraínu, þá var sagt að NATO aldrei verið sterkara. Það reyndist ekki alveg vera þannig. Og það sama oft sagt að einingin í Evrópu hefur aldrei verið sterkari. En það eru svona veikleikar út allt. Það sem að maður getur efast að það sem að verkefni sem þú varst að leggja á Evrópu upphafi var eiginlega bara endurskipuleggja greiningu á vopnaþörf og uppbyggingu vopnaiðnaðar í takt við nútíma kröfur sem að verður ekki gerð nema í samvinnu Evrópuríkjanna. Það er ekki endilega víst að Evrópa sé nógu einhuga til þess að geta staðið undir svo stóri ákvörðun. Nei, þetta akkur, ég er að segja að við erum í svona einhvers konar millibils ástandi, bara almennt, myndi ég að segja. Og það eftir að koma í ljós en þetta má heldur ekki gera of lítið úr efnahagsmætti Evrópu. Ég meina þetta er náttúrulega samt stendur undir sem heild. Ég nefndi það í sambandi við félagslegan óróleika vegna þess að þó þú sért hérna uppi og ef þú ert í langvarandi stöðnun þá verður það óróleika. Ég er algjörlega sammála þessari greiningu. Meðan þú hérna niðri en ef þú ert að vaksa þá er minna óróleika. Og líka þessi flokkar sem eru að vinna á, hvað flokkar eru þetta? Þetta með þú Farage í Bretlandi eða Le Pen. Þetta er að gerast allstaðar. Og þetta er akkurat með þessum hætti eins og þetta lýsir þessu líka og svo þegar það komast í valda þó ég hefði áður gert svona miklu meiri greinamun á svona valdbóðs eins og Orbán, þetta var náttúrulega maður sem var ekkert þetta var ekki svona hinn dæmigerði svona róttæki populisti, þetta var fyrst svona liberal sem verður svona íhaldsmanni og svo fer hann að þetta gengur allt út á sama þegar þau komast í valda eftir að þetta gerist líka í Póllandi áður en Tusk kom til valda. Það var alltaf að grafa undan réttaríkinu, fjölmiðlunum, þú veist, til að bara reyna að viðhalda og sérstaklega eins og tókst í honum hann alltaf gert stjórnarskrárbreytingar eins og hann vildi, hann með það mikið meirihluta á þingi. Og það er náttúrulega, þetta með sketi Babits aldrei gert. Bæði vegna þess að það er öldungadeildin sem getur bara stoppað alveg bara meira meina allt sem hann leggur til ofboðslega mikið og allar svona hugmyndir svona róttækar hugmyndir að breyta hann á engan séns að koma þeim í gegn svo þetta verður miklu mildari versjón af einhver svona valdbóðshyggju en að geðslappa ég veit ekki hvað þetta ganga langt þar eins og þetta er maður sama segja ég er í Slóvakíu, ég meina Fico, jú hann talar svona en ég meina hann gengur ekki gengið eins langt og kemst ekki upp með hluti eins og Orbán. Það veit ekki. Trump hann er á þessari sömu leið, hann segir margt, segir það hættilega og svo kemst hann ekki upp með allt. En hann kemst upp með svona 30% að því og smátt að þá er alveg hægt að benda á einkenni þess að það er bara lýðræði í Bandaríkjunum bara stendur veikt. Og það er náttúrulega með því að beita neyðarvaldi. Það er akkurat þá hann er að reyna að gera neyðar ástand varanlegt. Þess vegna er hann að réttlæta þess að senda þess að þjóðverðarliða til ýmsu borgar sem demokratur eru völd, náttúrulega þetta er allt svo pólitískt líka. Þetta er hann alltaf að reyna og hann beitir alltaf veist, þetta er að hættulega við þetta akkurat þetta vegna þess að það er allskis möguleikar fyrir forseta Bandaríkjanna til að beita og ég meina svona valdi eins og hann er að beita núna í Bandaríkjunum Trump hefur verið beitt áður ég meina þú veist þegar það komið upp
ég meina stundum í góðum tilgangi. Ég meina þegar Eisenhower sendi Þjóðverjaliða þeir hafa verið að banna að vera að leiða svörtbörn í skólan og þá var beittan þessu neyðavaldi sem Trump er að beita núna og svo var þjóðarleiðinu sigað og hippana í San Francisco 67-68 og svo það eru dæmi um þetta en í þessu tilfelli er þetta svo gjörsamlega út í hött einhvern veginn sko. Það er ekkert það geta að gerast á götum hana svo þetta er algjör tilbúningur þá kemur það náttúrulega sérstaklega fram að það skiptir kannski engu máli þess að hann bara endurtekur það og segir að nú getur bara fólk fara út að borða í Washington sem að engi gat áður og engi kannast við þetta sem býr í Washington en hann heldur bara áfram að segja þetta og smátt er náttúrulega til að fá lítil hlutfall Bandaríkjamanna sem búi í Washington þannig allir fyrir utan geta vel verið að trúi þessu bara Ég veit það ekki en svo er náttúrulega hættan við þetta það að hann sé að nota þetta til að ögra þetta er náttúrulega ögrunartæki líka þetta er þannig og svo ef fólk fyrir að mótmæla þessu að þá er það notið sem átilla til að ganga lengra beita hervaldi eða einhverju svoleiðis svo þetta er ég er alveg sammála, þetta er bara mjög alvarlegt ástand Já, og gæti verið að gera þetta í tengslum í kosningum það er þekkt einmitt í svona valdbótsríkjum að þá er herinn mjög sýnilegur í kosningum og fer inn í svona tiltekinn hverfi til þess að skapa ugg og óróa það er þannig en er þetta, myndirðu segja að þetta sé þróunin, innanlandsþróunin í Bandaríkjunum niðurbrót svona eins valddreifða lýðræðiskerfis myndirðu telja að það væri öryggisógn við Evrópu? Það í sjálfu sér nei, ég myndir ekki að segja það en aftur á móti er hann að það sem ég vil að það sem ég myndi freka líta á alþjóðakerfið það er sem þar sé ég samsvaranir sko, að hann sé hann er að brjóta niður hluti heima fyrir og svo er hann líka að brjóta hluti fyrir á sko bara á alþjóð, ég er að segja að veikja Sameinuðu þjóðirnar svona mikið eins og hann að gera það er bara að vera alveg áhrifalausar sem er ekki gott fyrir millistór ríki eins og ávið megnið af Evrópuríkjunum eru bara millistór og smá ríki algjörlega og bara gera Sameinuðu þjóðirnar en það hefur hann sagt að hann er ekki verið að leyna því það er markmiðið með þeim og þá komum við aftur að þessu sem að tala um áðan ég meina hvert er þá markmiðið er það bara einhver svona heimsvaldastefna eða einhvers konar eða stóru ríkin bara skipta heiminum milli sín sko, þetta er eitthvað svoleiðis svona spheres of influence, eitthvað svoleiðis hann talar þannig sko. Já, getur hann gert tala náttúrulega þannig dæmis Grænland og eitthvað svona og þú veist, bara skipta og gera samninga við önnur ríki sem hann svo líka þessi afstæðan skakvart Rússlandi að hún er náttúrulega mjög tvíræð líka stundum er að með, talar hann vel Putin og stundum illa en svo kannski á einhverjum tímapunkti ef ekki bara semja við Rússa ég allskyns málmar og hitt og náttúruauðlindir sem við getum bara keypt af Rússum og svo getum við gert eitthvað meiri á heimsvísu í framhaldinu pólitíkinu Hann talar stundum eins og hann vildi helst sko leysa heimsmálin með Putin og Xi Jinping og aðri verði síðan bara beygja sig undir sko þá niðurstöðu sem að þeir komast að. Þegar hann er að tala þá lítur út þessu heimur sem hann vil lifa í er það sem að fulltrúar stórveldana komi sér saman skipanina þetta er ekki hagsmunir í Evrópu og þá myndum maður ætla það að í Evrópu myndi rísa upp vilji til þess að viðhalda alþjóðakerfinu þó svo að Bandaríkin drægi sig út úr því og vinni jafnvel á móti því en þá þarf að Evrópa að teygja sig til Afríku og Asíu eftir sko bandalögum til þess að hafa eitthvað svona alþjóðlegt kerfi sem að vendar lítil og meðalstór ríki en það er eins og það sé ekki eins og Evrópa sé ennþá svo mikið léppríki Bandaríkjanna að svona sá vilji er ekki til staðar stundum heyrði maður það fyrir svona 1-2 árum Macron lét svona stundum þannig en það hlustaði enginn á hann þannig að maður heyrir þessar raddir eiginlega ekki í Evrópu það er ekki svona forusta í hver á stað að Evrópa veri í heiminum eftir 30 eða 50 ár Nei, það er sem Evrópa er núna verður að fara að huga sem sagt að leggja línur með og þetta er sem er að segja að það er rétt og það er heldur ekki mér finnst ekki nóg mikil gagnrýni á
á það hvernig Trump er að svona ganga gegn alþjóðakerfinu sem svona, og það er alveg rétt að Evrópuríkin styðja þetta kerfi og vilja það sé og bara styðja þetta kerfi sem var, þau telja að náttúrulega þau fengi mikið út í því og það er eiga náttúrulega 2 ríki þarna að öryggisráðin sem eiga ekki heima þar, þú veist, eins og Frakkland og Bretland, en þetta einmitt hefði maður haldið að þetta væri kappsmál að haldi þetta kerfi og það hlýtur líka að vera það sem Evrópuríkin verða að hugsa þegar þeir eru að skilgreina stöðu sína í nýjum heimi og að bara hvort að það gangi mikið út á það að halda í þetta alþjóðakerfi sem var miklu leyti sem var skapað áður. Þetta sé svona hluta þessari sjálfsmynd sem þeir eru að þurfa að gangi bara endur í raun og veru skilgreina dálítið. Þú veist, bara í ljósi ástandsins, þú veist, eitthvað svona. Og líka, eins og þú ert að lýsa því að sé gamalt kerfi sem orðið fiskið og er að svona gerast upp, að þá kemur svona millibilsástand og þá skiptir það máli að einhver rétt upp hend því að það getur orðið. Sá sem að fer fyrstur af stað, hann getur leitt okkur að nýjum heimi, en það eins og Evrópa mætti kannski fara að velta fyrir sig hvort að þetta gera eitthvað til þess að framtíðin yrði þeim að skapi, því ef þau gerir ekki neitt, þá er mjög líklegt að þau lifi í framtíð einhvers annars. Gæslappa sjúkdómseinkenni einmitt þessi þróun, valdboðsþróun og eitthvað í þeim tíð og þessir róttæku hægriflokkar. Þú ert sagnfræðingur og þú ert að tala svona kerfi sem að svona gefur eftir og það verður svona millibilsástand. Kann það benda mér á einhver tíma í mannkynssögunni sem er sambærilegur? Þetta aftur. Alltaf, ég er nú svona því að vanalega er þetta kóngurinn er dauður, lengi lifir kóngurinn en þetta er eiginlega kóngurinn er dauður til millistríðsárunna, það sem ég þekki líka best þá var náttúrulega líka gerð tilraun til að búa til nýtt kerfi þjóðabandalagið, ekki satt sem bara var ekki starfi sínu vaxið heldur og bara dó, ekki satt dó formlega í miðju stríði en var náttúrulega bara eftir að hafa ekki gripið inn í til dæmis eftir að Ítalar réðist inn í Eþíópíu og þá var ljóst að þá hafði þjóðabandalagið engan trúverðleika og þá var talað svona náttúrulega það sem gallin við það kerfi að þar voru fyrst Bandaríkin fyrir utan það kerfi líka Rússland eða Sovétríkin síðan fóru Sovétríkin inn þangað voru reikin út aftur til Finnland ráðist inn í Finnland að þá sem sagt en þá var þetta talað svona fjölpóla kerfi eins og við virðumst vera að fara inn í einhvers konar fjölpólakerfi en það var náttúrulega mjög veikt ekki satt, það kerfi og endaði með stríði seinni heimsstyrjöldinni. Þannig þetta er ekki Nei, þú veist auðvitað má maður ekki nota söguna bara sem eitthvað Nei, ég er að segja, auðvitað má líta tilbaka að það er ýmislegt sem er að gerast í dag líka bara þessi uppgangur þessara hægri öfgaflokka og svona, ég meina þetta er nákvæmlega sem gerist líka á millistríðsárunum ekki satt og þó að þessi populismi, þessi hægri populismi í dag svona, þetta er ekki að sama fyrirbæri og svona fasta flokkar en samt, ég lít svo að svona, þú veist, það er ýmislegt þessi ofuráhersla á þjóðríkið og þjóðernishyggju þessar vantrú og alþjóðastofnanir hvort sem þjóðabandalagi eða einhver svona einmitt á Evrópusambandi líka í dag þú veist að þetta er sameiginlegt, ekki satt? Og rík tilfinning fyrir því að þróun samfélagsins sé á okkur milligundum? Já, einmitt algjörlega og bara akkurat gegn innflytjendum líka og einhver svona púrismi þú veist að svona í sambandi við þjóðir þú veist að þetta geta blandast innbyrðis og eitthvað svona sko. Þetta eru spennandi tímar sem að enginn vill lifa á samkvæmt kínverskri speki en það kannski er ekki þetta er spennandi fyrir þig í þínu valdið þitt svona sérfræðisvið það er aldrei soðið eins mikið í pottunum þínum Nei, það er mjög áhugavert þetta kemur líka fram þegar maður er að kenna að nemendur sína þessu efni mjög mikið áhuga
og eru mjög virk sem er náttúrulega mjög jákvæmt að fólk þarf að vera virkt á svona tíma. Ég fór á leiðinu uppi til var ég að velta fyrir mér maður í þinni stöðu sem að verður að fylgjast með, en þú lifir í heimi þar sem að menn fara og skrifa svo ritgerð sem að kemur út eftir 4 ár og þá er tíminn liðinn og ég á í vandræðum með að fylgjast með þessu og stundum er maður bara að reyna að ná einhverju sem er næstu bara spjallþætti þar sem að menn eru orða hugsanir áður en það verður að blaðagreinum þannig að maður er að reyna að finna hvar maður getur náðu einhverju svona púls í þessu. Þetta er þannig, ég er náttúrulega sagnfræðingur, þú veistu, svo ég sé nú stundur líka svona nálægt stjórnmálafræðinni, sem er svo mikið í samtímanum og ég reyna að kombinera þetta tvennt og þá getur maður notað líka samtíman til að setja inn í sögulegt samhengi, eins og þurfum að bera saman kerfið í núverandi kerfi og millistríðsárunum og svona. Svo að mér finnst það mjög maður fær hugmyndir þannig þegar maður er að rannsaka eitthvað í fortíðinni og maður sér eitthvað í samtímanum sem mikla skírskotanir. Það er svo mikla breytingar eins og til þess að við erum að ræða hér hvað gerist ef að Bandaríki svona drægi sig úr NATO. Kannski ekki alveg en verði kannski bara að hafa ekki sömu miðlægu stöðu áður eða jafnvel að það sé bara ekki ljóst hvort að þeir alltaf standa við svona skuldbindingar að verja aðra þjóðir. Svona hreyfing sem að virka kannski einföld, hún hefur náttúrulega óendanlega miklar afleiðingar inn í Evrópu, líka í stöðu Bandaríkjanna í heiminum og eitthvað fleira. Þetta sem að gerir þennan tíma svo ævintýralega furðulega því að það getur orðið svona eðlisbreyting á stöðu Evrópu í alþjóðamálum og líka bara að segja, ég meina það er þess að maður sér ekki fyrir hvernig þetta þróast á nokkuð, það er svo erfitt að sjá þetta fyrir hvert það eru svona eins og segja ákveðin sjúkdómsenginni hér og þar en það er ekki komið í staðinn, það er ekki þar og það er ennþá öll sem er að takast á, svo að þetta er alveg hárrétt og líka bara á svona breytingatímum sem við lifum á, þá er þetta sem að maður reyna bara að átta sig á þessu ástandi, setja þetta með eitthvað samhengi og það sem kemur mér mest óvart þegar maður lítið tilbaka annan svona sögulegu samanburður að þeim svo kaldaræstistímanum eins og hvernig Trump hegðar sér í dag í alþjóðapólitík, bara hvernig hann skipar hinum að þjóðum fyrir þetta hefði ekki getað gerst með sama hætti bara það er alltaf mjög svona strúktúr svona bara hindranir til að geta þessu, en það eru bara allir einhvern veginn í það talar enginn að vera illa hann það talar allir illa hann en ég meina allir leiðtogar út á við það er alltaf tilbúinir til að taka undir eitthvað svoleiðis og ekki tala gegn honum beint þeir eru óttast að það geti haft verri afleiðingar sem er mjög undarlegt ástand þar sem allir tala því að sumt sem að þegar ég horfði á blaðamannafund Hansson í Netanyahu tilboð hans til Gaza, þetta var náttúrulega bara, það var ekki heil brú í þessu mér finnst þetta að vera bara eins og væri bara einhverjir 9 ára krakkar að tala því að þetta var bara engin sans fyrir stöðunni þarna, þeir nefndi ekki Vesturbakka, en samt er látið eins og þetta sé eitthvað testament á eftir að útfæra þetta alveg og náttúrulega það búið að skrifa líka Palestínumenn út úr þessu handriti þá maður veit ekkert hvað hluturkið það er ópólitísk og ekkert verið að blanda með Vesturbakkanum inn í þetta á neitt hátt og þar og svo líka svo Blair að fá hann og svo er hann að minnast á forna sigra eins og Kosovo eða Sierra Leone en þar voru þetta þar fór Sameinuðu þjóðirnar inn þetta er alltaf vegum Sameinuðu þetta voru umboð Sameinuðu þjóðana til að gera þennan hluti Blair kom að samningunum í föstudaginn langa í Írlandi ef þú skoðar hvað er gert við IRA í þeim samningum að þeim er boðin, það var lykilatriði að bjóða þeim leið út úr þessu til þess að verða pólitískt afl. En þarna, í þessu tilfelli er ekkert svoleiðis og það er ekki neitt. Nei, það er ýmislegt svona sem, og líka bara
þú veist, út á Íraksstríðinu að þá náttúrulega vekur það ýmsar spurningar að hann sé þarna en svo má alveg vera, ég er það ekki að þetta væri, sem var að bakveið þetta mjög mikið, væri Kushner þessi tengdarsonur Trumps já, bæði það, já, þessar hugmyndur að gera þetta einhverju frísvæði einhverju svoleiðis en líka bara á bakvið tjöldin að hann við svo góð sambönd í Miðausturlöndum við alls mörg Araparíki og líka Blair líka Blair sem einn af þessum stjórnmálamönnum sem hafa stóru auðgast eftir að hann hætti í stjórnum. Það sambandi við Evrópu og öryggismálina þá ætla ég að búa til skýringamynd að Bandaríkin hafi verið svo stórt atriði í öryggismálum Evrópu og þegar við erum að gæla núna við að þau fari að þá þetta eiginlega staðan það þetta tóm sem að verður eftir sem að menn ættu ekki að hugsa að það verði eitthvað svipað sem myndi fylla í það heldur eiginlega bara opið algjörlega hvað getur þetta orðið og þess vegna þetta sem að þú ert að leggja áherslu á þetta tóm sem að það eiginlega ekki hægt að ráða í framtíðin. Nei, það ekki hægt að ráða í framtíðina þó að við sé ekki tímabært á þessu stíi að segja að Bandaríkjur sem fór út úr Evrópu. Það ekki, við erum ekki þar. Það er samt eitthvað sem valkostur sem verður að leggja á borðið til þess að geta það verður að taka algjörlega mjög alvarlega þann kost að það gerist. Herðu, Marlur, takk fyrir að koma hingað og ræða við mig, alltaf gaman að fá þig. Takk. Og við ætlum að vera hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja hennar heim og þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, við ætlum næst að ræða eitt af málana þessa dagana, þá stór frétt sem skall á okkur fyrir sléttri viku þegar Play féll og 20.000 íslenskra ferðalanga lentu í því að þeirra plön voru í fullkomnu uppnámi, margir sem hafa þurft að opna budduna og greiða stórfúlgur fyrir að skipta flug og það svona alls konar mál, álitamál og samfélagsmál sem að alls konar þannig spurningar og ég tók eftir því að skömmu eftir að Play féll þá skrifaði Breki Karlsson hjá Neytendasamtökunum færslu sem var svona brýning til Icelandair að misnota ekki þetta ástand sem upp komið og Breki komin hingað í það sem við köllum stundum neytendahornið og hér svona jafnaði á hálfsmánaða fresti. Vertu velkomin, Breki. Takk fyrir. Hvernig var þér við þegar þú sást að Play var fallið? Við vorum að vona og svona upplýsingar bentu til þess að félagið myndi starfa til áramóta. Það var búið að fjármagna 3,1 milljarða og svona. Getur þú lýst svona þínum tilfinningum? Já, mér var nú bara eins og held ég flestum bilt við og hugsaði strax til allra 400 starfsmannana og fjölskyldu þeirra og síðan til strandaglópana og svo þeirra sem áttu pantaflug með Play. Já. Við hjá Neytendasamtökunum fórum strax í það að útbúa upplýsinga á netið fyrir fólk þannig að það geti staðið á rétti sínum. Já. Og hann frekar skýr þegar það kemur að flugfélögum og þegar það kemur að ferðaskrifstofum og sem betur fyrr erum við búin að innleiða tilskipanir Evrópusambandsins flug og ferðapakka eða eins og þetta heitir samtvinnaða ferðaþjónustu. Já. Þannig að þessar samevrópsku reglur þær eru að hjálpa mikið. Já, algjörlega og skýra bara málið mjög vel. Já. Og réttur neytenda góður. Já. En aftur og enn og alltaf þarf að standa á honum til þess að halda honum
og strax komu upp einhverjar raddir, heyrði ég núna helgina þar sem einhverjir voru að kvarta yfir að réttur neytenda væri of ríkur, sem hann alls ekki. Hverjir voru að halda því frá? Þetta voru forsvarsmenn í samtökum í ferðaþjónustunni og sem voru að halda því fram að hugsanlega væri réttur neytenda og ríkur þegar kæmi að ferðaskrifstofum og ætti þyrfti að breyta því. Það svo sem betur fyrr stendur réttur neytenda ansi tryggt hjá Evrópusambandinu og við getum ekkert farið að breyta því sjálf nema að segja okkur þá frá EES samningunum Evrópska efnahagssvæðið og við erum ekkert á leiðinni þangað. Nei, sko það sem verður að vísa til það ekki það að ef ég kaupi ferð hjá ferðaskrifstofu og ég bara borga 500 kall fyrir þess að ferða inn í þessar hótel og alls konar þjónusta, gætaðarferðir og afþreying og allt það, þá, og ég ætlaði að fara með Play og svona, að þá bara ég er bæði með belti og axlabönd af því að ég keypti þessa þjónustu fyrir ferðaskrifstofur ekki. Sko, jú, það fyrir eftir hvernig þú lítur á belti og axlabönd. Verði meiri háttar breyting á ferðinni, auglýstri ferð, þá áttu rétt á að falla frá henni og fá að fullu endurgreitt. Auðvitað á ferðaskrifstofan að reyna sitt ídrasta til þess að halda ferðinni óbreyttri eða þá eins nálægt því og upprunalega áætlunin eða upprunalega ferðin sem þú kaupir segir til þegar að verða svona óeðlilegar og óviðráðanlegar aðstæður eins og fall Play augljóslega þá getur ferðaskrifstofan boðið þér einhverja aðra útgáfu af leiðinni en þú getur þá líka hafnað henni og það þarf að meta það kannski í hverju sinni hvort að verulega breytingu sé að ræða. Það að færa til flugum til annars flugfélags eða er nú ekki verulegt ef ekki mikill tímamismun þar á milli. En ef það eru meiri háttar breytingar þá áttu rétt á því sem farþegi eða kaupandi samtvinnaðar ferðaþjónustu eins og þetta kallað þá áttu rétt á að falla frá og fá fullu endurgreitt og ferðaskrifstofan ekki heimilt að halda eftir einhvers konar staðfestingargjald eða neitt svoleiðis sem hún ætti rétt á ef engar breytingar væri að ræða. Já, og stóri munurinn á því að ef ég er sjálfur búinn að kaupa ferð og ég er sjálfur búinn að borga hótelið og aðra þjónustu að það er ekki víst að ég geti fengið þann kostnað felldan niður ef ég er sjálfur að brasa í þessu öllu sem að við gerum náttúrulega flest en ferðaskrifstofan hún tekur að mér höggið hvað þetta varðar. Já, það er náttúrulega einn kostur við það að nota ferðaskrifstofu að þá ertu vel tryggður þegar eitthvað svona kemur upp og það verður veruleg röskun á tilhöguninni og er það sem að sumir eru að kvarta yfir að réttur neytenda sé of ríkur? Já, einhvern þykir það við höfum heyrt þær raddir núna helgina. Og það hefur líka aðeins heyrst að ríkið eigi að stíga inn í og hjálpa ferðaskrifstofan. Já, það er sko, það má eiginlega segja það að í COVID hafi orðið mikil breyting og til batnaðar þar var áður fyrir þá þurfti hver ferðaskrifstofa að vera með sína eigin tryggingu og sem þá tryggði hana ef eitthvað kemur upp á
En í COVID þá var tíminn notaður og það var stofnaður svona sameiginleg ferðatryggingasjóður fyrir ferðaskrifstofur og sem kemur til kastana ef að ferðaskrifstofa fyrir hausina þá er hægt að greiða það út eða hjálpa fólki að komast heim eða hvernig sem það í tilviki ferðaskrifstofa. Þetta náttúrulega sparaði ferðaskrifstofunum mikinn kostnað. Það var miklu ódýrara að vera með sameiginlega tryggingu af því að yfirleitt er ekki svona, þú veist, það fara ekki allar ferðaskrifstofur á hausinn í einu, heldur það oft kannski ein af ég veit ekki hvað mörgum, 50 stykkjum eða 100 stykkjum, ekki hugmynd. Þannig að höggið er dreift á alla en ekki bara á eina stofu. Þannig að það sparaði ferðaskrifstofunum mikið kostnað en það kemur bara til ef að ferðaskrifstofa fer á hausinn. Já. Við vorum nú kannski forsjálfli heldur en sumir aðrir fjölmiðlar, ég var nú nýbúin að gera þátt hvað ef play fellur og ræða við ferðamálastjóra bara vikun held ég áður en þetta gerðist og hann fór svona yfir það að þetta er svona ekki á váskalanum eins og við þekkjum og við höfum eftir að sjá hvort áhrifin á ferðaþjónustuna verða eitthvað gigantísk, það er nú kannski ekkert sérstakt sem bendir til þess að það sem svakalega tök að ræða því það eru svo óbúslega mörg flugfélög sem að fljúga til Íslands þótt þetta sé náttúrulega tímabundið sjokk en mér langar að ræða svona rétt einstaklingana og neytendana við þig. Við höfum heyrt alveg svakalega sögur, ég er nú fastur gestur í sundlaugunum og maður er bara nánast aldrei í heita pottinum að þess að fólk sé að segja einhverjar svakalega sögur. Ég man eftir einni, það var sessunautur minn í heita pottinum, hann hafði þurft að punga út 160 krónum aukalega af því að hann var búinn að kaupa ferð með Play á ráðstefnu á Spáni og þegar playflugið fjall niður þá lenti á honum 160 krónur bara einn leggur aukalega að hans sögn, þannig í pottinum ég selði það ekki dýrar en ég keypti það en fólk hefur sem sagt margir hafa orðið fyrir alveg svakalegu tjóni sem er kannski ekki svo mikið hægt að gera við ekki hvað ykkur varðar en á einhverjum tímapunkti var virtist vera einhver óreiða með upplýsingar hvort þú værir að borga með kreditkorti eða debitkorti og mér langar líka að spyrja þig, eru einhver dæmi þess að fólk hafi greitt ferðirnar með peningum, bara seðlum og það sé þó allt tapað eða hvernig er þetta? Nei, ef þú greiðir með debitkorti eða kreditkorti þá er sem sagt tryggingarkortana sem greiða þér tilbaka þá það sem ef það er ekki farið í flugið. Gildir einu kort eða debit eða kredit? Já. En ef þú hefur keypt gjafabréf þá er það í rauninni þó þú hefur gert það með korti þá er það bara almenn krafa í búið. Þannig að gjafabréf er áhættu fjárfesting? Já, í rauninni. Já, áhugavert. Og þetta er eitthvað sem svona einhver verkalýðsfélög hafa verið að bjóða sínum félagsmönnum að kaupa með einhverjum afslætti. Já. Og ég þekki ekki neinn tilvik í þetta skiptið en ég veit að þegar Vá fór á hausinn á sínum tíma þá voru margir sem sátu uppi með ónotuð gjafabréf og ég veit allavega að það var einhver verkalýðsfélög sem bara endurgreiddu sjálf sínum félagsmönnum og tóku þetta á sig. Eða allir félagsmenn tóku það á sig þá. Kannski einhverju tilvikum reynir þetta svolítið á sómakennd. Jú, þetta gerir það. Og samkennd líka. Já, einmitt. En
það lítið við því að gera að óvænt fjárútlát hafi orðið eins og þegar þú þarft að bóka annað flug og það rosalega dýrt en aftur að færslunniðinni að þú varst að brýna Icelandair til, þú varst að minna þá á að íslenskur almenningur hefur náttúrulega oft skorið Icelandair úr snörunni með opinberum stuðningi og þú var svona að, getur maður sagt, biðla til þeirra að sýna samfélagslega ábyrgð og hækka ekki upp úr öllu valdi þóttir gætferðir, seltferðir á mjög háu verði. Já, Icelandair eins og önnur flugfélög eru með svo kallað dynamic pricing, eða kvika verðlagningu. þar sem verðlagning hækkar eftir sem meiri eftirspurn eftir því og ég var bara bend á það að slík verðlagning er ekkert náttúrulögmál. Nei. Að í neyð fólks eins og núna þá ekkert náttúrulögmál að flugmiðar tvöfaldist í verði á nokkrum klukkutími eða jafnvel eins og maður heyrði að meðan að fólk var að kaupa meðana í þessum prósess að sama skapi þá staðan allt öðruvísi núna heldur en var þegar að WOW fór. Mér minnir að WOW hafi verið með 30% flugfarþega þegar mest var. En Play núna með 12% farþega. Hinga fljúga 27 flugfélög í hverju viku og við bara skoðum það daginn að í síðustu viku að lággjaldaflugfélögin þau voru ekkert að hækka sín verð allavega ekki á pari við það sem Icelandair hækkaði. Nei. Við til dæmis að því að félagsmaður hringdi í okkur nokkuð reiður yfir því að hann þurfti að kaupa miða með Icelandair og það kostaði hann 200.000 krónur tæpar. Aðra leiðina frá Tenni. Aðra leiðina frá Tenni. Og þá fórum við nú og skoðuðum og sáum að það var hægt að kaupa miða með EasyJet til dæmis á 45.000 krónur. Reyndar með millilendingu í Mílanó en 160 krónur sparnað. Algjörlega. Vel þess verið að millilenda einhvers staðar. Já, og við skulum hafa það í huga að það ennþá virk samkeppni og við þurfum bara að nýta hana sem neytendur og veita þá aðhald. Ef að fólk til í að kaupa miða á 200.000 krónur þá eru seldir miðar á 200.000 krónur. Ef að fólk sættir sig ekki við það og kaupir í staðinn miða á 80.000 krónur þá mun verðið lækka. Þannig að við verðum að leita leiða til þess að veita aðhald og við getum gert það með því að velja ódýrari flug. En ekki netlæsi okkar og svona bara aðstæð okkar missöfn, dæmis eftir aldri ekki hætta á að fullorðið fólk svona þetta sem meiri frumskóður fyrir þau? Jú, og eflaust og líka vilji fólks til þess að millilenda. Að það er álag og fyrir sumir er það meira álag heldur en aðra. Og við búum ekki allir yfir tungumálakunnáttu kannski sem að dugar okkur vel? Já, nákvæmlega. Þannig að jú, en ef við getum millilend og höfum tíma í það og tækifæri til þá hægt að fara miklu ódýrara heldur en með stóru flugfélöginu sko. Já, eins og þú segir, það skiptir máli að láta sér ekki bjóða einhverja afarkosti sem að kosta augun úr, bara að vera vakandi yfir möguleikunum. Algjörlega og einum mitt eins og segir, að kunna að leita á netinu að ódýrari möguleikum. Já. En það búið að vera mikið að gera hjá okkur, eða ekki? Jú, þetta var málana allavega í síðustu viku og ótrúlegt en satt, tók fram úr bílastæðamálunum, bílastæðabraskinu sem hefur verið svona, er líklega stærsta mál ársins hjá okkur, er bílastæðabrask. Já, einmitt. Og við erum að eins og þú hefur einmitt verið að ræða við okkur, við rauðabólið áður. Einmitt. Er eitthvað nýtt þar? Nei, en við erum svona,
að draga andan djúpt ásamt FIB og ÖBI og erum að íhuga vel næstu skref hjá okkur. Já. Svo styttist, svona rétt í lokin kannski Breki, það styttist í ögurstund. Það þetta mál einstaklinga sem að vilja láta reyna á hvort ofurvextir eru löglegir eða ekki með stuðningi Neytendasamtakanna, mál sem hjá Hæstarétti. Er það ekki bara mögulega á næstu dögum sem að kemur dómur í því? Jú, það eru liðnar 3 vikur frá því að máli var tekið fyrir upptekið í Hæstarétti, endurflutt skulum við segja, endurflutt í Hæstarétti og að venju þá kveðinn upp dómur 4 eins og fljótt sem auðið en síðar en 4 vikum eftir að mál flutt og þess vegna eigum við von á því að á næstu viku verði kveðinn upp dómur í vaxtamálinu. Mál sem við höfum garfað í frá því árinu 2019, rétt skömmu eftir að ég var kjörinn formaður, þá byrjum við að garfa í þessu og stemdum svo bönkunum 2021 og og við höfum farið með þetta til EFTA-dómstólsins í Lúxemborg og þetta orðin löng ganga og löng meðferð og við erum mjög spennt að sjá hvað Hæstiréttur segir. Já, sá ég ekki á forsíðu Viðskiptablaðsins í síðustu viku að í versta falli fyrir bankana þá gæti þetta verið 60-70 milljarðar. Samkvæmt þeirra, samkvæmt eigin útreikningum bankana, þá nemur þetta 60-70 milljörðum króna kostnaðurinn. En við höfum alltaf haldið í fram að það fer reyndar eftir hvernig Hæstiréttur dæmir, ef hann dæmir neytendum í vil, og þá þarf að ákveða hvað kemur þá í staðinn. Og það fer eftir því hvað kemur í staðinn, það er nokkrir möguleikar. Það fer eftir því hvaða möguleiki valinn, hvaða kostnaður þetta felur í sér og hvaða bætur neytendur fá fyrir það að allan að því við teljum að bankarnir hafi oftekið af neytendum, af lántökum í gegnum tíðina. Og þú ert þá kannski með þessum orðum að gefa í skyn að það getur þið hærri fjárhæð? Okkar útreikningar sýna, miðað við okkar íþróttakröfur, að þetta gæti numið alltaf 90-100 milljörðum. En aftur, við vitum ekki hvað Hæstiréttur gerir og þetta er allt ef og hefði og allt í viðtengingarhætti. En þetta er spennandi því þetta varðar náttúrulega allan almenning. Þetta varðar 70.000 lán og 2.500 til 2.700 milljarða króna lánin og þannig að þetta varðar háar upphæðir. En að því að þú nefnir að kostna bankana, þá þetta er háar upphæðir 100 milljarðar, en við verðum að muna það líka að hagnaður þeirra í fyrra var mun hærri heldur en það. Þannig að þó þetta sé háar upphæðir, þá er þetta ekki eitthvað sem mun skekja bankana. Þetta er hugsanlega tæplega 1 árs hagnaður þeirra og þeir munu hugsanlega ekki geta borgað hluthöfum sínum arð í 1-2 ár en stóra málið er náttúrulega það að Hæstiréttur kemst að sömu niðurstöðu og EFTA-dómstóllinn og Neytendasamtökin að þá er gagnsæi tryggt í lánasamningum til framtíðar. Og það er náttúrulega stóri punkturinn. Jú, vissulega er þessi oftaka bankana sem við í gegnum tíðina sem við erum að stöðva og fá endurgreitt, en við erum að stöðva þessa oftöku, sjálftöku til framtíðar
og það baráttan sem við stöndum í og það það sem bannað samkvæmt evrópskum tilskipunum lánasamninga og við viljum einungis að íslenskir lántakar standi jafnfætis evrópskum lántökum þegar kemur að vaxtabreytingum. Það er loka orðin. Kæra þakki fyrir komuna, Breki Karlsson. Bestu þakki. Og gangi ykkur vel í þessu. Takk. Spennandi. Nú ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram hér með nýjan kafla eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru á YouTube. Já, næst ætlum við að segja frá rannsókn á innritun í framhaldsskóla út frá þjóðfélagsstöðu nemenda og út frá fyrri námsárangri á tímum samkeppnisprófa. Líkur á námslokum á framhaldsskólastigi voru rannsakaðar og á línunni frá Akureyri ætti að vera Þorlákur Axel Jónsson, nýbakaður doktor í menntavísindum frá Háskóla Íslands sem vann þessa rannsókn. Heyrirðu í mér, Þorlákur Axel? Já, ég geri það. Heill og sæll og til hamingju með nýbakaða doktorsvörn. Var það ekki bara fyrir nokkrum dögum eða vikum sem að þú varðir þitt verkefni? Já, alltaf sé ekki 2 vikur á morgun. Já, einmitt. Takk fyrir það. Þetta góð tilfinning að fá svona verk í lokið. Það ekki? Já, fylgir því góð tilfinning. Ertu búin að vera lengi að? Já, mörg ár. Já. Og varstu með andmælendur frá erlendum ríkjum? Nei, ég var með íslenska andmælendur og þetta fór fram á íslensku. Já, einmitt. Sem óvenjulegt. Já, akkurat. En við ættum kannski að ræða því að á miðöldum þá var latína aðal kennslumálið í skólanum á Skálholti og á Hólum í Hjaltadal sem biskuparnir settu upp væntanlega 1056 og 1106 og latína var aðalmálið. Já. Og í rauninni var ekki ætlast til að neitt væri að skrifa á íslensku. Nei. Samt urðu allar þessar miklu bókmenntir á íslensku til. Já. Þannig að þarna var eitthvað í þjóðinni sem að bjargaði málunum. Þannig að við notuðum íslensku til að skrifa allar þessar bókmenntir. Á meðan að Danir skrifuðu á latinu, Saxo Gamli skrifaði sögu Danmörkur í 4 bindum á latinu í löngumáli. Norðmenn skrifuðu ekki neitt, kannski eina blaðsíðu í einni bók sem annars talin á íslensku. Já. Og Svíar, ég veit ekki hvort þeir kunni eitthvað að skrifa, en við lærðum þetta af englendingum, að skrifa á eigin máli, skrifa eigin sögu á eigin tungumáli. Það hefur þeir verið að gera. Og við notum ennþá stafrófið sem englendingar kendu okkur eins og þ og eð. Við höfum þetta 2 bókstafi fyrir eitthvað svipið hljóð. Já. Þannig að flestir láta sér nægja einn. Herðu, þetta var nú svona minn inngangur og... Já, þetta var bara mjög fróðlegt og næst þegar við töpum í íþróttum fyrir norðmönnum þá ætla ég að segja við það og minna það á það að þeir hafa ekki skrifað neitt á meðan við vorum yðin við það að hérna... Segðu þetta, en ekki bera mig fyrir því. Nei, ok.
Heyrðu, en við skulum hérna þá vinda okkur í þessa rannsókn þína. Ég veit ekki alveg hvað við eigum að byrja. Jú, ætlum við verðum ekki að vita eitthvað svona aðferðafræðina. Segðu okkur í hröðu og stuttu máli frá því hvernig rannsóknin var runnin. Já, þetta í grunninn fylgnirannsókn eins og það kallað. Og þá reynir maður að skoða hvernig eitt hangir saman við annað. Og þetta var meginleg rannsókn, þannig að við notum tölur. Já. Og það var tekið þversnið sem svo kallað, þannig að það skoðaði 1 ár. Já. Og svo var hópnum fyllt eftir. Já. Skoðaði hópin sem innritaðist 2006 og fyllt honum eftir til 2012. Já. Og þetta náttúrulega, þegar var byrjað þá þurfti að hafa smá fjarlægð. En já. Þetta hugmyndin. Já. Og svo hægt að þetta allur hópurinn en það næst ekki allur hópurinn með af því að sumir innrituðust ekki framhaldsskóla þá þeir ekki með, það var nú lægra hlutfall þá en nú og svo þurftu nemendur bæði hafa tekið samrænt próf í íslensku eða ensku og þeir þurftu að hafa mætt í PISA-prófið þarna vorið. Já. En það gerði ekki nærri því allir. Nei, hvað kallar þau samkeppnispróf? Eru það öll þessi próf sem þú nefnir? Nei, ég kalla það samkeppnispróf voru samrændu prófin í lok grunnskóla. Já. Í íslensku, ensku og stærðfræði. Þau voru þá, 2006, þá voru þau að forminu til valfrjáls. Nemendur mættu eða vildu eða slepptu eða vildu. Já. En á sama tíma var í gildi reglugerð innritun í framhaldsskóla sem mælti nákvæmlega fyrir hvaða einkunn þyrfti að fá í hvaða fagi til að innritast á braut eftir því sem skólarnir höfðu ákveðið. Þeir höfðu kannski ákveðið til að innritast á málabraut, þá þarf að hafa 7 í ensku og til að innritast á náttúrufræðibraut þá þarf að hafa eitthvað tiltekið í stærðfræði. Þannig að þetta var mjög nákvæmt, þannig að ef að nemendur voru í einhverju keppni að komast í einhverja tiltekna skóla, þá skipti öllu máli hvaða einkunn kom upp úr kassanum á samræddu prófuna. Og þetta var toppurinn á því sem mætti kalla svona stjórnhyggja eða jafnvel hægri stefna, kannski nýfrjálshyggja. Þegar að verið að reyna að setja stífan ramma og fyrirmæli skólahaldið. Það hefði verið sett mjög nákvæm námskrá aldamótin sem Björn Bjarnason gerði og var að sjálfu sér bara merkilegt verk, þessi námskrá, sett fyrir alla framhaldsskóla. Og svo átti að fylgja henni eftir með samræmdu prófi samkvæmt þessari námskrá. Og það var reynt þarna 2004 og 2005 eða 2005 og 2006. En það fór út og þúr af því að nemendur mætti ekki. Ég var þá að kenna í framhaldsskóla. Þau sagði bara við erum búin að taka samræmdu próf og við ætlum ekki að taka fleiri. Ég man daginn þegar þetta var lagt fyrir íslensku prófið þá bara fóruðu blessu börnin og þetta var allt koll þessi tilraun. En þetta var nú lítið rætt af því að við vorum að þrasa við kennararnir vorum að þrasa við yfirvöldum styttingu eða ekki styttingu. En þetta var sannarlega hugmyndin og það var verið að reyna að koma liðinu til að keppa á fullu trukki að komast í tiltekna skóla. Já, þetta korteri fyrir bankarhrun þegar við hegðum okkur sumpart öðruvísi en við erum vön að hegða okkur eða hvað? Já, þetta var eiginlega, þegar þú segir að þetta hluti af sömu slökunarstefnunni varðandi reglur að skólanum var sagt að þeir réðu sig sjálfur. Þeir áttu að skipuleggja skólastarf en þeir áttu að fylgja námskráni og þeir áttu að taka þetta samræmda próf en að öðru leyti réðu þeir sér sjálfur. En fyrir þennan tíma þá var þetta norræna líkan í menntun sem að gekk meira út af það að stjórnvöld hefðu svona bein tengsl inn í skólana og segðu þeim frekar fyrir hvað ætti að gera. Allir skólar ætti í rauninni að vera eins, jafn góðir, þannig að það skipta ekki máli í hvað skóla þú færir. Og þess vegna settu stjórnvöld þarna nálægt 1990, mögulega Svavar Gestsson, þá menntamálaráðherra. Það voru sett á svona svæðisskipting á höfuðborgarsvæðina.
Það var skipt í 6 svæði og nemendur á hverju svæði höfðu forgang að því að innritast í skóla á sínu svæði og svo þegar skólarnir voru búin að taka nemendur á sínu svæði þá máttu taka inn aðra. En áður en við höldum lengra af því að nú menntamálaráðherra með í bígerð svæði skrifstofur, tengist það einhverju leyti því sem við erum að ræða núna? Já, það svo óútfært að ég get nú eiginlega ekki tjáð mig það þannig, sko. En ég veit þó, ég hef talað við skólameistara í framhaldsskólum hérna utan Reykjavíkur og þeir eru ekkert endilega á móti þessu. Þeir segja sem svo að skólarnir þurfa meira afl til að sinna þessu fjárhagsdæmi og mannauðsmálum og slíku og hérna þannig að það væri gott ef að væri hægt að styrkja þá í því eins að ráðuneytið, það úrskurðar aðili einhver álitaefni en það líka sá aðili sem að leiðbeinir álitaefnin. Já. Þannig að það virðast vera allavega einn hvati þarna á sviði ráðuneytis og annar á sviði skóla sem að kalla eftir þessu. En hvort þetta góð hugmynd með nýtt stjórnsýslustig, ég bara veit það ekki að hvort það mætti leysa þetta einhvern veginn öðruvísi. Einmitt. Bara forvitnilegt út frá því sem þú sagðir að svona velta því upp. En en sko, hvað voru þetta margir nemendur sem þú varst að skoða? Mér minni að það hafi verið 3544 sem ég hafði allar upplýsingar í gegnum allt og ég skoðaði innritunina. Í hvaða skóla innrituðust nemendur og hver var þjóðfélagsstaða þeirra. Já. Það kom ljós að þjóðfélagsstaða var mjög misskipt á milli skóla. Já, hvernig? Já, hún var mjög há í nokkur skólum og greinilega lægri í öðrum hópi skóla. Eru það henni svo kalluðu elituskólar stundum nefndir? Já, vafalaust. En ég þurrkaði nú út nöfnin strax í upphafi og reyndi bara að vita ekkert það. Hvaða skóli var hvaða punktur hérna á línuritunum eða myndunum væri hvaða skóli. Okay. Þannig ég þurrkaði nöfnin út. En það vil ég vita hvaða öfl að verki en ekki hvaða skóli hvað. Og hvaða öfl að verki? Já, það greinilegt að við innritunina þá skiptir þjóðfélagsstaðan öllu máli. Eða miklu. Aha. Það er bara gögnin æpa á þá niðurstöðu. Sko, þó þannig að þetta fellur algjörlega saman við einkunnir. Það er líka sami miklu munur á meðalengun nýnemahópa. Þannig að í skólanum sem eru hæstir þá fer það saman mikill námsárangur, fyrir námsárangur á samræmdu prófi í íslensku eða stærðfræði og háð þjóðfélagsstaða. Þannig að það var meginreglan og svo var í hináttuna líka lág þjóðfélagsstaða og lágar einkunnir. Það var tiltekinn hópur skóla en svo eru þetta langflestir bara nálægt meðaltali. Já, en hvað segir þetta okkur stéttaskiptingu? Það segir okkur að það ráðstafanir sem að hefur verið gripið til í skólakerfinu hafa ekki getað afnumið stéttaskiptinguna. Það er allavega ljóst. Já. Og það byrjaði miðja 2000 öld. Þá eru til embættismannaskólar sem að mennta embættismenn fyrir ríkisvaldið. Það eru MR og MA, er það ekki fremstir flokki? Já, það voru nokkrir skólar sem útskrifuðu stúdenta þá. Allir hafi ekki verið 2 og svo 3 með Vesturnaskólanum og svo MH kom hann að setna. En ég var ekkert að pæla í því, hver var hvað. Heldur hitt að byrja 2000 öld. Þá er þjóðin búin að fá fullt af peningum 1946 og hún er nýfrjáls og hún ætlar sér stóra hluti. Eins og aðra þjóðir, nú er komið friður og nú skulum við byggja friðsamt og gott samfélag. Og þá er spurningin, hvernig á að velja nemendur inn í langskólanám sem að fólk var framsýnt og sá fyrir að yrði miklu algengara heldur en þá var. Já. Og niðurstaðan var samrætt próf, svo kallar landspróf. Og þá var tekið í
heima héraði og allir nefnendur, allir á landinu tóku sama prófið á sama tíma og einhvern af því réði því hver komst inn í hvaða skóla. Og þetta var hugsað sem jafnaðartæki? Já, þetta var jöfnunartæki og það hefur verið sagt að þetta hefur verið sem sagt sigur landsbyggðarinnar sem að er vissulega, en þetta var líka sigur fyrir hinnar lægri stéttir, því að þarna var hægt að sýna sig og sanna. Já. Og svo gerist það þróunin frekar hæg næstu kannski 15 árin, en svo fara framhaldsskólar að þeim vera fjölga, hratt og örugglega og tímabilinu á 1960 og eitthvað mikið og svo fram yfir 1990 þá eru stofnaðar margir nýjir framhaldsskólar og byltingakennda nýjungin fjölbrautaskólinn, þar sem er bæði hægt að vera í iðnnámi og bóknámi og þar sem að nám í einu gengur í hinu, þar að segja að einingarnar eru notaðar til að byggja undir stúdentspróf og margir stúdentar núna hafa einhvern bakgrunn í iðnnámi. Þannig að, og þá svo eru tekin upp samræmd próf sem eru hugsuð fyrir alla, ekki bara einhvern lítinn hóp sem að gengur vel að læra, heldur fyrir alla. Allir eiga að taka samræmd próf, þannig að það sé hægt svona af öryggi og af faglegu vissu leiðbeina fólkinn það, hvað á að taka við. Þetta allt hugsað í svona, þetta þjóðbyggingarstefna ef svo má kalla, og þetta víðtækt pólitískt samráð að það eigi að auka jöfnuð, alveg talsvert til vinstri og talsvert til hægri yfir miðjuna og það eru engin flokkur eða neitt sem að svona hælbítur á þetta. Menn eru meira að minna sammála þessa þróun og það ekki fyrr en hægri bylgjan kemur í lok 20. aldar sem að einhver tekur svo út úr og vill fara að breyta þessu. Já. Og hver, skoðaður eitthvað hag dreifbýliskrakka þarna samanber börn sem alast upp þéttbýli? Já, ég skoðaði það vissulega eitthvað, en búseta virðist ekki hafa verið mikill munur. Það einhver munur, svona heldur betri námsárangur í Reykjavík og það kom þarna smá vísbendingum að tekjur á fjölskyldna á landsbyggðinni hafa juku líkurnar á því að ljúka framhaldsskóla á landsbyggðinum eða landsbyggðinni á meðan að svona menningarlegar eigur og menningarauður ef maður kalla það sem að jók líkurnar frekar á höfuðborgarsvæðinu. Það var smá munur en ég fann ekki meira. Það var kannski merkilegur munur að þó að stéttaskiptingin hafi ekkert látið undan við tilraun til að vinna gegninni fyrst með landsprófunu og svo með samrændu prófunum. Þá virðist þetta ár sem að stúlkur á höfuðborgarsvæðinu sem voru af lágum stigum fengu góðar einkunnir, þær notuðu tækifæri til að færa sig úr úthverfum eða í einhvern nærliggjandi bæjum í eftirsóttu skólana sem voru þarna allir á einu og sama svæðinu. Þær notuðu tækifærið. Á meðan að strákar í sömu stöðu, þó þeir fengju góða einhverju starfræði, þá voru þeir minna líklegir til að færa sig og almennt voru strákar minna í því að nota tækifæri sem góðar einhverju gáfu þeim. Þannig að þetta kerfi, það virðist hafa gagnast stelpum sem voru góðar starfræði og lágusti og þær færðu sig úr sínu breiða holti og yfir í sinn eftirsótta skóla. Geturðu lagt eitthvað út frá því? Já, þetta kom sem sagt bæði óvart en svo líka ekki. Það hefur verið athugað alveg frá fyrir 100 árum. Þá var þá þegar búið að nota samræmt próf í allmörg ár, lestrarpróf sem voru lögð fyrir börn til þess að vita hvernig þau stæðu í lestri. Og þá tókum henni til því að stúlkur af lágum stigum að þær stóðu svo oft vel í skóla. Þetta fyrir 100 árum. Síðan þegar Sigurjón Björnsson og Þórólfur Þorlindsson og fleiri er að rannsaka börn í Reykjavík 1970 eitthvað,
þá taka þeir eftir því sama að stúlkurnar sem eru þarna af lægri helmingi þjóðfélagsstöðunar, þær standa sig vel í skóla og virðast sem sagt nota skólan sem grípa tækifærið til að bæta stöðu sína. Og þannig að þetta ætti ekki að koma okkur eitt ávart. Kerfið virðist hafa opnað tækifæri fyrir stúlkur af lágum stigum. Og þá komum við ennþá stærri spurningubjörn sem að er menntasókn kvenna eftir á seinni helmingi 20. aldar. Að 1960 þá var einn stúdent af hverjum 20 var kona. En 1980 þá eru 10 af hverjum 20 stúdentum konur. Og þetta er ekki langt tímabil, þetta er bara frá deginum í dag og aftur til 2005. Sem við munum allir vel. Sumir kalla þennan tíma, kalla á 60 eins og ég, sem stendur á 60 eins og ég, sumir kalla þetta besta tíma Íslandssögunar. Já, þetta er örgulega. Það var allavega mikið að vera, bæði í efnahagsmálum og menntamálum. Já, einmitt. Sjá, menntasókn kvenna, var það landsprófið sem að braut þennan múr að konur kæmust til mennta. Já. Og voru það samrættuprófið. Og hvað gerist ef við afnumum hvort tveggja? Er ekki verið að tala um bakslag í jafnréttismálum? Okkur finnst kannski alveg gjörsamlega sjálfsagt að ef við förum til læknis þá er læknaneminn stúlka. Já. Að kona auðvitað. Þú þurrkar þetta út fyrir mig. Já. Þetta er allt sem er mjög áhugavert. Hvernig munu þessar rannsóknir og þessar niðurstöður nýtast svona í þekkingar samfélaginu? Já, það virðist vera að námslokin líkur á að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Það fer eftir námsárangri í grunnskóla. Og þó ég hef nú ekki þorað að skrifa það auðvitað í þessa ágætu ritgerð, og þá vaknar svo spurning hvort það skipti einhverju máli í hvaða framhaldsskóla maður fer. Ef að árangurinn í grunnskóla segir bara alveg fyrir hvort þú klárar í framhaldsskóla. Já. Og kannski er þetta bara góða fréttir að framhaldsskólanir taka við nemendum þar sem þeir eru og leiða þá áfram og líkurnar á að klára minnka ekkert eða aukast. En auðvitað ættu þeir að myndum við vilja að framhaldsskólanum tæki við nemendum og líkurnar á að klára nám myndu aukast. En við höfum haft þetta vandamál í áratugum saman eða höfðum og við höfðum áratugum saman þetta vandamál að stór hluti fór inn í framhaldsskólana og fekk lítið sem ekkert út úr því. Já. Hvítbókin frá 2014 þar sem var svona stefnumótunarskjal af hálfu stjórnvalda og þeir ætluðu sér tvennt. Þeir ætluðu að stórhækka árangurinn í PISA í grunnskólum og það hefur nú farið í þveri öfugátt síðan. Heldur betur. Þeir ætluðu líka að minnka brotthvarfið úr framhaldsskólum og það hefur gengið eftir. Þannig að það er ekki hægt að segja að hvítbókin hafi verið, eða það hafi allt misheppnast síðan hvítbókin var á hét. Það eru miklu fleiri sem að klára í framhaldsskólanum. Já. Og svo er það kannski önnur umræða hvort að af hverju leyfum við skólum að verða svona einsleitir skólar með mörgum nemendum með sama þjóðfélagsbakgrunn. Já. Og með hennar Svíar sem upp úr 1990, þegar við vorum með sama norræna líkanum og við, nema hvað þar var alltaf bannað að taka inn eftir einhvernum og í staðinn þá voru byggðir framhaldsskólar í nær umhverfi allra. Þannig að allir höfðu aðgang á framhaldsskóla og menntaði yfirvöld sögðu framhaldsskólanir eru allir jafn góðir, skiptir ekki máli í hvernig farið. Farið bara í einhvern skóla sem er nálægt ykkur. Og svo er gerð þarna risastór nýfrjálshyggjutilraun upp úr 1990 að innreitunarreglunar eru þannig að hver sem má sækja í hvaða framhaldsskóla er. Hver sem má stofna framhaldsskóla og reka hann og þá ef mann geta rekið þennan skóla með hagnaði og greitt sér arð, þá mega það.
framhaldsskólum stórfjölgaði í Svíþjóð. Nemendur fóru að fara meira á milli út fyrir sitt heima fyrir innritunarsvæði. En áfram var bannað að miða við einkunnir. Og þetta hefur breytt einhverju svona í nærumhverfinu að það hafi eitthvað safnað saman svona sterkari hópar í einhverja skóla, en það kemur mér á óvart þegar ég les þessar rannsóknir, vandaðar rannsóknir, hversu lágar tölurnar eru, hversu lítil áhrifin eru. Og það er áfram bannað að miða við einkunnir. Það er ekkert slíkt. Ef að skóli segist vera að leggja áherslu á tónlist, þá á hann að draga til sín nemendur með tónlist og sinna þeim. Það er svona hljótum Íslendingar að ræða það. Er það örugglega gott að leyfa þessu kerfi að vera svona, að það sé svona mikill félagslegur munur? Hann allavega var, ég veit ekki hvort hann hefur breyst, ég fékk smá vísbendingum að hann hafi lítið breyst ef ekki neitt, eða ekki neitt. En sko er það bara allt í lagi að það séu til skólar sem að skera sig frá öllum öðrum hvað varðar einkunnir og þjóðfélagsstöðu. Þetta er allt saman mjög áhugavert. Svona rétt í lokin Þorlákur Axel, hvað var það sem að skóp hugmyndina? Svona, hvað gerist hjá þér áður en þú lagðist í þessa rannsókn? Hvað keyrði þið áfram? Það var umræðan við kennaraborðið í kennarastofu Menntaskólans á Akureyri. Þar hafði ég setið í yfir 20 ára og við höfum rætt menntamál af miklu innsæi og ákafa og það var nú þar sem að áhuginn kviknaði á þessu. Svo var ég nú fenginn í stundakennslu við Háskólann á Akureyri og þá sá ég það að þetta var eitthvað sem var hægt að rannsaka. Já, við tveir vorum á sama tíma í Menntaskólanum á Akureyri. Þú ert reyndar 1 eða 2 árum eldri en ég man ekki hvernig það var. En maður einmitt sko, þú kannski tekið eftir eins og ég að bakland nemenda var nú ansi ólíkt. Bjargir þeirra til þess að nema í þeim skóla á þeim árum sem við vorum þarna tveir, þær voru mjög misgóðar. Já, alveg greinilega. Og maður að fatta það nú þegar maður var alveg fullorðinn að sjálfsagt hefur verið efnahagur fólks verið bara mjög mismunandi en það voru mjög margir nemendur með sterkar forsendur til náms. Þannig að því leitinu til var þetta líklega einsleitur hópur en varðandi fjárhæðin þá ég hræddur að margir hafi verið býsna blankir. Já, en þarna var samt búið, sko við erum þannig séð á tímum þar sem búið að velja, það er búið að fleyta rjóman, hvað þurfti maður að hafa 2B og 2C, ég man ekki hvernig það var, þannig að Það að fá A, B, B, A, ABBA, það var náttúrulega alveg meiri áttar. Já. Ég þekkti einn sem fekk ABBA. Já. Svo var annar sem fekk A, C, D, C, hann var ekki ánægður með það. Nei, en það held ég hafi samt dugað ágætlega, sko. Já. En sko, ertu núna að kenna við Háskólann á Akureyri eða? Já, ég gerði það. Ég kenni við Háskólann á Akureyri. Já. Og ertu farin að semja kennsluefni út frá þínum rannsóknar niðurstöðum? Já, ég reyna að koma þessu að eitthvað svona. Svo ég að kenna aðferðafræði. Ég ætla nú að reyna að kenna nemendum sko, aðferðafræði fyrir kennara og skólastjóra. Já, einmitt. Frekar en svona rannsóknar aðferðafræði. Mér langar til að reyna það, að sjá hvort það ekki tölfræði sem að kennarar og skólastjórar geta notað. Sko, það verið að róta upp gögnum skólastarf í stórum stíl alla daga. Og það má ekki gerast að kennarastéttin hafni þessu og segja að þetta komi sér ekki við og þetta PISA-dót, sko, það ekkert sem að segja neitt. En á sama tíma þetta notað til þess að taka mikilvægar ákvarðanir skóla. Og pressan kemur líka að utan að
að vera svona á hinsegin og þess vegna þarf að virkja kennarastéttina í því að hafa ást á tölfræði og nota hana í starfi sínu. Já. Það það sem ég myndi vilja í svona kennslu, fá djúpan lesskilning á tölfræði og nota hana. Já, ég tók 3 aðferðafræði kursa á 50-aldri. Já. Þannig að ég hef gert mitt. Já, það sko, aðferðafræði frelsandi námskeið, eins og þú veist á sjálf. Eru það ekki alveg fyrirtaks loka orð? Þorlákur Axel Jónsson, til hamingju enn og aftur með að hafa klárað doktorinn. Það stór stund, ég hef verið við doktorsvörn og þetta mikið afrek, vegnið vel og takk fyrir að spjalla við okkur á samstöðinni þínar niðurstöður. Takk svo bleðist. En ekki fara langt, kæru hlustendur, við höldum áfram með þáttinn eftir andartak. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, verið þá komið að leikhúsi. Ég fór á leikrit á litla sviði Þjóðleikhússins. Þetta gjöf og eftir Kolbrúnu Björt Sigfúsdóttur sem að setur það upp og einleikur sem að Katla Þórudóttir Njálsdóttir leikur og hún hérna hjá mér Katla í stúdíónu og Kolbrún á Zoom af því að hún býr í einhvers staðar í Bretlandi. Kolbrún, hvar ertu? Ég í Edinborg. Edinborg, eins og því að þið Bretland en ekki Englandi. Herðu, þú ert í Skotlandi. Já. Hvað er þetta að gera þar? Ég má spyrja þig. Ég vinn við leikhús. Já. Já. Og svo ég reyndar í svona fjarvinnu og svolítið jójó að því ég í Borgarleikhúsinu sem leikskáld þar í 1 ári viðbót, búin að vera 1 ár. Já. Og þú skrifaðir Þetta gjöf á ensku. Já, ég skrifaði þetta eiginlega sem svona ástabréf til Líð þar sem ég bý, sem hverfi hérna í Edinborg upprunalega. Já, og það gerist þar og fjallar það tilheyrir þessum stað í upphaflegri útgáfu. Upprunalega já, en við náttúrulega staðferðum fyrir Reykjavík, ólst upp í Reykjavík sjálf sko og mamma mín sem þýddi með mér bjóð þar lengst af ævinar, þannig að já, þetta endur hugsað fyrir Reykjavík. Já, flutt upp í Breiðholt eða? Skipholtinu svolítið sko. Skipholtinu? Já. Það svo Breiðholt kemur svo aukstar. Nei, það ekki. Það hafa verið hugrenningatengsl og ég skilði. Já. Herðu, en að því að við erum að tala núna verkið, þú ert að skrifa það og þú ert að skrifa það til hverfisins sem þú bjóst í. Já. Og þú skrifar það á ensku. Og getur aðeins sagt mér af hverju þú ert að skrifa verkið til hverfisins? Sko, hér úti og fleiri stöðum í heiminum hefur verið rosalega breyting á hverjir búa hér. Íbúðaverð hefur verið hækkað alveg rosalega, mataverð, hvers konar vörur eru seldar, allt slíkt hefur breyst mjög mikið af því að þetta orðið svona hipsteraparadís, en var áður fátækleika hverfi og var niðri við sjó, var Hafnarhverfið þar sem hórur og dópistar voru. En svo hefur það verið að breytast. Ég var í Edinborg núna í rúm 10 ár og því ég kom hingað fyrst þá var Líð ennþá svolítið svona, þú fórst ekki þangað ein sem ung kona, en núna er þetta bara
sér sem besti staðurinn í borginni til þess að búa og þessar miklu breytingar hafa alltaf í för með sér að fólk af lægri stéttum hefur verið að flytja í burt, sér kannski líka búið að geta selt íbúðum sínar miklu dýrari heldur en voru eða bara ekki lengur fyrir leigunni eða fíla sig ekki lengur. Þannig að þetta var svolítið svona hluti af hugmyndinni var að tala fólki sem á ekki mikið á milli handana. Kannski átt það einhvern tímann en ekki lengur og já, hvernig það að vera á stað sem að breytast svona rosalega hratt fyrir peningasækir. Já, svona gentrification í hverfinu, að koma peningar inn í það og fólki sem áður bjóðan og orðnir svona aðskotadýr í sínu eigin hverfi. Já, en náttúrulega sumir eru að berjast móti og reyna að taka meira pláss en að gera það áður til þess að minna á þetta sé ennþá hverfi þeirra. Þannig að já, það svona smá átök menningarlega. En Lýþer tengist íslenskri sögu, það þarna voru sauðirnir fluttur í sauðasölunum til Bretlands og það voru íslenski sjómenn hafa siglt þarna, þannig að þeir hafa kynnst bænum og kannski mellunum sem voru þarna, en einhverja sögur það. Ég kom þarna einhvern tímann fyrir svolítið löngu síðan, þá var þetta svona svolítið dapurlegt að sjá og þarna er ekki gömul svona snekkja eða svona Queen Mary farþegaskip sem er í höfninni þarna, það ekki þarna sem það er? Jú, og ég merki tíma, það búið að gera það upp og gera að luxushótelinu þarna, en það var bara fullt af rottum þegar ég flutti hingað. Sem voru í skipinu, það sem skipi var þarna og svo var það gert upp. Þannig að þetta er leikrit sem að fjallar stéttaskiptingu. En þú flettar inn í það grískum goðsögum Mítas. Vissulega. Sem bara þekkt saga græki. Eina af þessum langvarandi minnum í menningunni. Þetta með snertingum Mítasar, allt verða gulli. En já, mér finnst það mjög skemmtilegt núna þegar fólki byrja að koma og sjá verkið hverjir trúið í að þessi stéttaskipting á Íslandi og hverjir ekki. Mín reynsla er svo að það er svona fólk sem er á ykkar aldri sem að átta sig á stéttaskiptingunni bara í samskiptu við sína jafnaldra og stöðu og húsnæðismarkaði og hvaða miklu máli skiptir að koma með eitthvað stuðning að heiman á meðan að kannski fólk á mínum aldri og þar fyrir fyrir ofan fertugt er ennþá með einhverja glýju að hér sé engin stéttaskipting. Það er svona mín reynsla. Já, ég get tekið það sko. Og finnur það bara meðal ára? Já, og líka bara í umræðinu og líka ekki bara tengt verkinu, bara síðastliðin ár. Ég var í Verslunarskólanum sko, þannig að mér fannst ég alveg taka vel eftir þessu og meðan ég sé alveg að margir þar eru mjög blindir á þetta sko. Já. En að flytja goðsöguna inn í þennan raunveruleika, þá er líklega svo að það er eins og þess að faðir þinnar, hann færi þetta val að allt sem að snerti breytist í gull og þá ef maður ætti að reyna að færa það aftur yfir í raunveruleikana þá er það eins og einhver sem að býr í svona hverfi sem allt í einu verður eftir svona vert og á kannski íbúð og getur selt hana og fær þar meðlega aðgangað einhver sem hann hefði ekki áður. Er hægt að vera á maður að fara með goðsöguna aftur tilbaka eða er það kannski tóm vitleysa? Sko, ég hugsaði þetta alveg en mér fannst skemmtilegra að halda í goðsögu heiminn í þetta alvöru gull, sem það að hlutinir breytist raunverulega í málminn gull. Mér fannst það leikrænna og ljóðrænna og það er landi skemmtilegra fyrir mig, minn smekk. Þannig að já, ég hugsaði alveg, hvað er gull ígildi í dag, jú vissulega peningar og völda einhverju leyti. En já, mér fannst alvöru gull málmurinn vera eitthvað þess eilíft og þar landi spennandi. Já, og ég sá í gagnrýni þegar hann ekki fengið góða dóma verið segja. Þeir hafa nú bara verið tveir, einn var mjög góður og hinn Hinn var svona, hann var sæmilugur en hinn var afleitur. Já, ég bara Símon Birgisson í Ham. Já, hann hataði þetta af ástríðu, það er bara hans. Já, hann reyndar, já,
ég veit ekki hvað það var nákvæmlega sem hann hataði, en ég er ekki vissum að það hafi verið verkið. Hann nefnir einmitt að því að ég er að reyna að flýta góðsugun aftur tilbaka. Hann nefnir til dæmis sko hvaða þessi Silvían sem allt í einu var þarna og vinur hans, hvaða fólk var þetta eiginlega, sagði hann. En svona með, þú ert að lýsa þessu núna, þá gæti þetta verið eins og einhverjir sko braskarar sem koma og kaupa íbúðunar af þeim sem byggu þarna áður eða eitthvað slíkt. Þessi sem koma með peningin inn í hverfið. Vissulega, við heldum þeim sem útlendingum í íslensku útgáfunni meðal annars til þess að fólk geti gert þessi hugrenningatengsl erlendan auð sem kemur inn í lítið samfélag. En sko, ég er bara að halda mér við goðsöguna og ef Símon og fleiri þekktu hana betur þá þetta karakterar úr upprunalegu sögunni. Dennis Dionysus og Sylvain Silenus. Þannig að þetta er ekki úr lofti gripið, þetta beintenging við goðsöguna. Þannig maður ákast að leyfa sér að sleppa raunveruleikunum og fara í goðsöguna þó hún sé staðferð í skipholti. Já. Leyfa sér að fara í leikhús sko. Já. Það er svolítið það. Og fannst ykkur það tónninn á þessari vondugagnrýni að það væri svona ekki alveg gefið eftir að fylgja sögunni? Það sem ég varst bara áhugaverðist hvað hann vildi vita meira um auka persónurnar og þetta er saga sem að hún sjálf, hún Sóley, segir frá sínu sjónarmiði og fer í gegnum söguna og segir þetta er það sem að ég lendi, ég ætla að segja eitthvað þessa sögu og hún er þá náttúrulega bara að segja lykilatriðin í atburðarásinni sem að hún upplifði. Hún er kannski ekki að fara mikið að rekja rætur hans Sjonna sem er bara ástarviðfangið, skilurðu, sem að kemur hérna í smástund. Þannig já, það varst mér eiginlega að finnast af öllu sko. Ég var bara eitthvað, okkur þarf að vita meira kallana, þetta er hennar saga sko. Já, þetta er mynd af þeim persónum inn í hausnum á þér, eða þinni. Já. Og þar alveg er eiginlega fáránlegt að reyna að fá raunsæja mynd af þeim sem sjálfstæðum verum, af því það eru bara ekki þannig á sviðinu. Já, það er ekki búið upp á þér. Nei, og það eru líka, þeir karakterar eru svolítið stórir, þeir eru svolítið yktir þegar ég bregði mér í þá, af því það er, hennar sýn á þá. En, já. Herðu, það er svona stéttaskipting og græðgi, ég veit ekki, að því að Mítas er eiginlega fátækur einstæður faðir sem að freistast til þess að velja vitlausa ósk. Er það ekki svolítið grimmt að hans sé gráði í maðurinn? Ekki er það græðgi hinn að fátæku sem er að grafa undan samfélaginu, Kolbrún? Það er einmitt þetta sem við höfum búin að vera að velta mikið fyrir okkur. Er það græðgi ef maður vill bara eiga nóg geta séð fyrir börnunum sínum. Auðvitað ekki raunverulega, en þetta samfélag sem kapitalismin hefur búið okkur fólk fær svona dollaramerki í augun eins og í gamlu teiknimyndum stundum þegar það loksins sér leið út úr sérstaklega einhverju harki. Það er ekki beint það að þessi græðgi heldur meira hvað gerir það, hverju raskar það þegar það er allt í einu ofgnótt. Hvað er hvenær hættum við að hafa fæturnar á jörðinni, hvenær hættum við að sjáum fólki okkar raunverulega og sjáum bara þetta veraldlega. Hún gengur svo langt að segja ég vil að þeir taki þetta burtu og hann sér ekki hvað hann er búin að særa hana mikið með þessu og segir nei, það gerir við ekki. Það er þannig að fyrir mér er þetta kannski græðgi svolítið einföld leið til að lýsa þessu sögu. Þetta er meira þennan eyðingamátt sem kemur með að getur komið með ofgnóttapeningum. Og ég hugsa, fyrir mér er það augljósara hjá fólki sem á lítinn pening af því að ef þú hefur alltaf átt nóg pening og munt alltaf eiga nóg pening, það mun alltaf vera einhvern veginn matur í ískapnum og það er engir óborgaðir reikningar sem sitja og plaga þig seint á kvöldin. Ef þú ert þar, þá er 100 skall til að frá ekki fara að breyta neinu miklu fyrir þig. Þú ert í jafnvægi og þannig ert ekki svona háður þessari upplifun þinn af peningum. Ef þú ert hins vegar lítið, þá er 100 skallin risastór, 500.000 er
tala sem kemur upp í verkinu sem, þú veist, vissulega ekki mikill peningur á Íslandi í dag því miður. Já, af því að hlutin eru dýrir, en enga síður, þú veist, nú fyrir hana til þess að sjá einhvern veginn geta komið aðeins upp úr kafi og dreigja andan bara, þannig að, þú veist, þá hefur þetta svo miklu meiri áhrif heldur en 500.000 fyrir persónu sem Maríu sem eina af vinkunum, eða eiginlega ekki vinkunar, vildi óska þess að maður vinkunar, kannski ekki neitt. Þannig að, þú veist, áhrif peninga og svona eyðingarmáttur þeirra miklu áhrif meiri á fólk sem á ekki nóg, held ég. Já, það sem lítið til að peningum að þá var peningarnir sko miklu meira afl og ef maður kannski í fátækulöndum að þá skynja maður það að peningar hafa bara ógnarafl. En maður getur líka sagt að þetta saga feðgin og samband þeirra og pappinn sem nú ekki í sögunni nema gegnum þig að hann horfir kannski á það að vill gera dótturinni sinni allt vel en einhver með því sem hann getur ekki gefið henni sem eru peningarnir þannig að þegar honum býðst það til að þá finnst honum eins og hann sé að gera það sem hann loksins ætlaði að gera en sambandir að þarfir utan kannski ekkert svo gott hann hefði nú kannski ekkert að bara gert eitthvað annað en peninga hann verið svolítið svona einangraður og hann hefði getað staðið sér betur sem faðir bara án peningana. Já, eða sko við Kolbrún ræddum þennan karakter mjög mikið sko og hvert við vildum pappan þar að segja, hvert við vildum fara með hann og hún nefnir mömmu sína nokkur sinnum nefnir hún sé fallin frá eða segir það aldrei alveg en hún svona, þegar hún nefnir hana þá svona reynir hún alltaf að skipta umræðefni og við töluðum það að já, pappinn væri bara svona golden retriever hundur sem alltaf við leitað íkorna, alltaf svona og rosa ör og bara greinilega með mikið ADHD og bara alltaf á fullu og hann svolítið svona og að mamman hafi þá verið þessi jörð inn á þessu heimili. Hann hafi verið svolítið blaðran og hún hafi verið svolítið jörðin og þess vegna hafi heimili bara fungerað svolítið vel. En þegar hún fer, þá hann bara spinni gal upp í lofti og gleymir að pæla í reikningum og þú veist, hann bara svona típan sem að myndi gleyma því að fá sér að borða ef að dóttir hans myndi ekki spurja hann, ertu búin að fá þér að borða, ég búin að sjóða kjötfars fyrir þig. En hún þarf að sjá hann einmitt að sjóða kjötfars. Já, einmitt. Og hún eins og hún segir sjálf, hún segir ég hef alltaf séð hann að vissu leyti áður en að mamma og fara, ætti að koma þá dó en hún segir það aldrei. Af því hún alltaf að breiða yfir, það alltaf allt í góðu og hún búin að vera svolítið í þessum gýr bara síðan hún deyr og eiginlega gegnum allt leikritið svolítið bara, við finnum út úr þessu, ég finn út úr þessu, þetta allt í góðu, ég er alveg með þetta, því hún bara svolítið með heiminn á herðum sér, einmitt og að tala skuldapóstinn sem hún sér, sem að pabbi hennar hefur opnað og hent bara í ruslið og hún bara, hann ætlar ekki að sjá þetta og hún vanalega, þú veist, við tölum þá, hún sér líklegast reikningana og hún ennir ekkert að hann sé ennþá að sjá þessa búð sem að ekki að skila neinum pening, bara að tapa pening. Þannig að já, hann hefði alveg getað það sem hefur gert wonders fyrir að hann væri að fara á ADHD-lyf, sko. Við getum bara að byrja þar. En frekar en gull, já, og líka bara og svolítið bara finnst mér svolítið skýrt að þau hafa hvoru kannski svolítið unnið í sínum málum eftir hennar missi þannig að þau eru bæði svolítið bara að hlaupa alltaf bara að hlaupa og eru svolítið svona, já. En hún tekur að sér sjáum pappa sinn sem gengur inn í hlutverk móður sinnar þvíleiti og kallanir í lífi hennar eru eiginlega óttalegt vesen. Já, þeir eru kannski eru kallað það bara í lífi kvenna Getur spurt höfundinn Hvað segir þú, Kolbrún? Eru kallar bara vesen í lífi kvenna? Geta verið það þurfi ekki að vera það er ein kallpersóna sem við höfum alltaf talað sem sko stóðunar og styttu það er bara sorglegt að ekki getur betur farið á milli hennar og Sjonna sá sem myndi vilja styðja hana og vera hennar já, bara allt ef hún leyfði honum það sko þannig að þetta þarf ekki að vera svona. Nú, er það þannig, var það ekki öfugt að rekkur hann ekki frá henni? Jú, hún á endunum.
Já, hún ítur hún svolítið frá sér óvart. Já, þetta svona, þau eru búin að vera skotin mjög lengi og hún hefur aldrei leyft sér að elska af því henni hefur hún ekki fundist hafa tíma til þess af því hún er bara að hugsa pappa sinn og reyna að klára menntaskóla, fá góður einkunni til að geta fengið skólastyrk og bara fara einhvert út í skóla þá hún bara farin. Losna út úr þessu lífi. Já, frelsast, svolítið. En þannig að konur og kalla að Sjonni verður náttúrulega bara eins og pappinn svona við tímanum þegar svona ástin topnar ástarplossi topnar eins og í ljóði Dags Sigurðarsonar að reynir þurfa að bölvaðu skítallir á reynir þannig að fiskvistakona sem var upp á eitthvað draumaprins kominn sem reynir þurfa að bölvaðu skítallir á reynir. Ég hef gert þetta. Fær ekki að ganga svo langt, við munum aldrei vita. Það kemur ekki í þessum hluta. Nei. Herðu, en þetta er íþrótt að vera með einleik. Þetta er svolítið mikil texti. Já. Þetta er það. Og það er svona öðruvísi, ég veit ekki hvað heitir, svona spil með áhorfendunum þú eina sviðinu. Já. Af því þú hefur engan annan en þá eru áhorfendunir svolítið mótleikararnir mínir sko. Er það ekki stærri þáttakandi einhvern veginn? Jú, mun stærri og það var svo rosalega mikil viðbrigði sko að fá allt í hennu fólk í salinn og fá viðbrögð og geta hort í augu með einhverja línur. Það er alveg bara svona það gerði rosalega mikið fyrir mig og ég var alveg svona wow en jú 100% og áhorfendurnir eru bara mínir mótleikarar og sérstaklega til að byrja með þá er ég svolítið að reyna að koma yfir á mitt band þannig ég er eiginlega í smá bara svona diskuteringu með þeim og reyna að fá þau til að treysta mér áður en ég fer svona almennilega af staðinn í söguna. Sérðu þá áhorfendur þá svona einhver týra ljós og þú sérð andlitið á fólki? Ég sé fremsturöðina eiginlega alltaf mjög vel og ég nota hana mjög mikið og svo horfi ég mjög mikið út í myrkrið og hef bara vona að ég sé ná einhverjum augum. Eins og kannski gerir í svona venjulegra leikhús eða ekki? Jú, en þá reyni ég aldrei að horfa beint í augun á fólki og reyni ég svona að líta á fólkin ekki í augun á þeim en þannig leyfi ég mér alveg að grípa fólk sko. Er þá leikritið ólíkt eftir því hvernig salurinn er? Já, ég myndi alveg segja já, kannski áherslunar eru aðeins aðrar eins og það hefur verið eins og var hlegið mjög mikið í byrjun fólk var alveg svona rosalega mikið að gefa af sér og þá kemur einhver önnur orka eins og síðasta sýning sem ég var að sýna þá var nú ekki mikið hlegið bara ekki neitt og sem var mjög mikil viðbrögð því það hefur alltaf verið tiltölulega mikið hlegið til að byrja með þannig þetta var smá svona og ég held áfram og eitthvað svona, mér er alveg sama og það var mjög fyndið og það eiginlega hjálpaði mér meira með þessa yfirbreiðslu sem hún er alltaf upplegað því hún er alltaf eitthvað þetta er alltaf góð alltaf svona andardrættin hérna ég er að lifa af ég er að reyna að halda mér á lofti hérna og það hjálpaði eiginlega bara að ég reyna að vera að Sóley er að reyna að vera sniðug og hún fær ekkert frá áhorfendum og hún bara ok, en það er alltaf góð þannig að það eiginlega þannig að jú, þá var annar blær á sýningunni sko þannig en getur verið óþægilegt samt að Já, það getur það því að manni getur alveg liðið eins og sérstaklega maður að gera grínsýningar þetta náttúrulega er ekki grínsýningar kemur held í fólk er alltaf óvart að ég er eitthvað að djóka þannig í byrjun en Þetta er komískt drama Já, þetta er svolítið það þetta er komískt drama það er En ég er þetta með salin því að þetta er náttúrulega einstaklingar í salnum en þetta er náttúrulega hópur þegar maður kemur saman og maður upplifir einhverja sýningu með einhverjum öðrum Það til dæmis var það í gær sem var svona þögull salur. Já. Ef það hefði bara 1 eða 2 hlegið einhvern tímann, þá hefði kannski salurinn hegðað sér öðruvísi eftir það. Er það ekki þannig? Ég las ekki að þú getur látið, held ég, 1200 manna sal standa upp, með því láta 6 standa upp. Já. Það er, þetta er fyndið, þetta er svona eins og, þetta er líka bara smá hjarðun og líka er eins og þarna, því þetta er grín, drama, að það er eins og fólk þurfi leyfi til þess að fá að hlæja. Ég hef alveg upplifað þetta líka í fleiri sýningum sem ég hef verið í, að það er svona þorir ekki að hlæja fyrir einhver annar hefur byrjað og þá, ok, það má, ok, við erum saman í þess að það er líka fólk heldur oft í sér eða hlæðningin að því þeim er svo vandræðilegt að vera eitt sem er að hlæja og eitthvað svona. Og sérstaklega það sem þetta er ekki svona bara klárlega offisíal gaman ekkert. Nei, þetta er ekki engin farsi, sko. Nei, þannig að maður getur verið að hlæjað einhverju sem er óviðkunnalegt.
Já, og það hefur líka alveg gæst. Ég hef alveg heyrt, það var á einhverju sýningunni, hvort það var 2 eða 3, þar sem að einhver hló á einhverjum mjög dramatískum stað bara í svona smá svona, það var smá svona geðshræringar, svona varnarhlátur. Já, og svo líka fyndið þú svo hlegið á stöðum sem ég held að engum myndi finnast fyndið, sem allt í einu öllum fannst allt í einu alltaf fyndið og ég er eitthvað, var þetta grín? Já, ok. Haldið þetta sé svona erfitt eða augrandi verk fyrir áhorfendur? Þetta snert eitthvað sem efni sem að við kannski erum ekki alveg að tala dagtarlega en haldið þetta sé þannig? Ég held alveg að þetta komið við fólki. Mér finnst þetta vera áhugaverð og góðar pælingar sem verið að velta upp aðna sko, sem að við tölum ekkert endilega mikið og þó við séum að gera það, þá finnst mér þetta svona vinkill sem eitthvað svona, hvað, og mér finnst þetta allavega fær mig, allavega þegar ég las það, fekk mig til þess að velta fyrir mér, þú veist, hvað á ég, hvar er ég að meta verðleika í kringum mig, þú veist, er það í hlutum eða er það í fólki eða upplifunum eða hvað er gullið í kringum mig og svo rættum við náttúrulega líka bara rosalega mikið pening og hvað lífið snýst peninga og þennan kapitalíska heim sem við lifum í sko, og þessi neysluhyggja og bara eins og við töluðum eins og bara börn í dag í grunnskólum að foreldrar sem eiga minna á milli handana að óska þess að finna 66 gráð norðurúlpun og bland svo börnin geta fengið að vera eins og allir aðri krakkarnir í skólanum og eitthvað svona svoleiðis. Það komið svona peningalegu mælikvarði á allt í okkar lífi. Allt í okkar lífi og í okkar heimi. Líka í listum og svona, í velgengni og... Já, 100% eins og til dæmis með þetta bara gagnrýni, hvað við setjum mikið virði á hvað einni mannesku finnst, af því að auðvitað fólk má bara hafa sína skoðanir og ég hef hatað sýningar sem einhver annar hefur elskað og öfugt, en að maður horfi á það sem eitthvað svona, að það þýði eitthvað meira en einhver 60 maður á Facebook sem gerði mjög fallegan Facebook-status þetta og þekkir ekkert til okkar, þú veist, af hverju það eitthvað minna er það því að hann var í listfræði, eða skilur, þú veist, maður bara hvar er maður að nákvæmlega þú getur hitt eitthvað sem sá sýningun og þakkaði fyrir hana og eins og bara allir sem að gera eitthvað að það er það sem að skiptir mann máli en hitt svolítið svona official, það svona gagnrýni færi eitthvað svona sess. Já, þetta bara því þú ert með eitthvað stað til þess að setja þetta á sko, en þú veist eins og ég lendi því ég nefnir það við þig, gagnrýna vondagagnrýnir og eitthvað sem hittir þig en það nefnir enginn hennan fallega status á Facebook. Hann svona eins og einkalegu svæði en gagnrýnin svona sem allir sjá og þar þarf þú kannski, hvað margir búin að nefna gagnrýni Símons Birgissonar við þig? Allir. Það er eiginlega það sem er trublandi í þínu lífi, þessi afstæð þessa eina manns, það er allir að rugga þau viðbröðinni. Já, þetta er alveg magnað að fara inn á atvinnuvettvang þar sem að þú gefur bara fullt skotlíf á þér og þínum tilfinningum og túlkunum og sögum og þetta er alveg magnað sko. Ég er einhvern veginn að skrifa skólanum og svo bara, já, þetta er velkomin í vinnuna. Þetta er, En þú færði eiginlega, það er eiginlega Kolbrún sem fær eiginlega skamminna frá Símoni, eða ekki? Kolbrún? Jú, hann nefnir mig valla. Já, leikarinn er eiginlega aukaatriði í þessari gagnrýni. Sem er mjög áhugavert, því það er bara einn leikar í þessari sýningu. Ég var bara eitthvað, að ég fekk bara, fólk fór að hringja mig og ég ætla ekki að vera eitthvað að fara að lesa gagnrýni og búið að segja við mig og meðan þú ert í Ebba Katrín segja við mig, meðan þú ert í einleik þá lestu enga gagnrýni að því þú þarft bara að komast í gegnum þetta. Að því þetta er bara barátta sko. En svo ákvað ég að kíkja því að ég var farin að fá skilaboð frá fólki sem var eitthvað að reyna að hughreysta mig og ég er eitthvað, hvað? Ég skil ekki. Og þá kíkti ég og þá var mjög fyndið, hann eiginlega bara fyndið og ekki fyndið, hann bara eiginlega nefnir mig ekki í þessu sko, en eins og hann hefur ekki hljótt mig að segja, hann hrósar mig fyrir hús og sem er alveg stórfyrirlegt, en já, takk, býst ég því, ég veit ekki alveg. En en ég var mest pirruð yfir því sem hann leiði sér að segja Kolbrún og hann er harðorður maður og hann fer svolítið í mannin, hann náða til að gera það sko í sínum gagnrýnum. En Kolbrún, hann myndi helst vilja bara endurskrifa þetta leikritið? Já, eða bara að, þú veist, eitthvað annað hefur verið sett upp eftir einhvern annan ég veit það ekki, ég veit ekki hvað hann veit. Ég meina, svo fyrir hann á Múlarhús daginn eftir og er bara eitthvað, þessi saga er nú eiginlega ekki neitt og eiginlega bara engin tilfinningaleg dýpt í þessu, en
5 stjörnur eða 4,5. Þú veist, ég veit ekki alveg hvað hann vill, sko. Nema hann vilja bara fleiri dansara á sviðið. Ég get bara byrjað að dansa. Hann gerir já, bara, þú getur náttúrulega að dansa meira. Ef maður vil vera jákvæður, Kolbrún, þá bara hann gerir meiri kröfu til þín. Já, og allt í góð með það. Eins og segi, þú veist, honum að finnast það sem honum finnst. Ég svo lukkuleg að ég fengi það að láta lesa hennar texta í Royal Shakespeare Company, setja þetta upp í Skotlandi, setja þetta upp í Þjóðleikhúsinu. Ég treysti því að fólk sem hefur valið þetta inn á svið sé ánægt með textan. Þannig að þótt að Símoni finnst hann ekki góður, þá hlýtur einhverjum öðrum hafa fundist það. Þetta var leiklesið og líka sett upp í Edinborg, eða? Í Pitlochry Festival Theatre. Yes. Það sem Alan Cumming yfir. Og þetta mikil texti, þetta svona textaleikhús, eða ekki? Ég veit ekki mikið leikhús. Þetta rosalega mikil texti. Hvað þetta mikið samt þetta læra eiginlega? Þetta eru tæpa 50 blaðsjur. Man kemst náttúrulega ekki upp með það í einleika að vera mikið að þegja. Nei, ég held að það væri áhugavert að telja hvað það lengi í þessu verki vegna þess að mér finnst ég vera að tala stanslaust í 1,5 klukkutíma. En já, líka þessi textaverka því þetta svona vísun í bókmenntasögun og þetta svona byggt á texta. Já, þetta mjög líka í sér svona svolítið Shakespeare-legt af því það þessi ljóðræna með þessum hversdagslega texta sem ástæðan held ég fyrir því þetta var líka valið í Royal Shakespeare Company því að textin svona og ég mjög fyndið að á Íslandi hvernig þessi sýning og bara hvernig þessi texti uppbyggður og skrifaður, það mjög tilraunakent og nýtt bragð í íslensku leikhúsi en þetta er svona, Kolbrún ekki svona tiltölulega vinsælt í Bretlandi, eða vinsælt, en þú veist, þetta hefur alveg sést áður þar og alveg, en á Íslandi er fólk alveg eitthvað svona, wow, þetta er eitthvað allt öðruvísi og maður já, hér kannski. Kolbrún, hvað segir þú? Já, þú veist, mér samt merkilegt að þessi, bókmenntaþjóð sem hefur nú lengi átt ljóð og samiljóð og farið með ljóð, finnst þetta eitthvað útlenskt, sko, af því að ljóðrænan í mér kemur frá Íslandi. Þú veist, já, mér finnst alveg magnað að það sé kannski búið að tapa niður einhverju í leikhúsinu, einhverju tengingu við tungumálið. Mér finnst ég veit ekki, kannski ekki, ég bara, já, kemur mér óvart hvað margir tala hvað þetta sé ljóðrænt og háfleygt. Já. Mér finnst það, já, ekkert eitthvað rosalegt, sko, en þetta er ekki eitthvað bíómál heldur, þú veist. Nei, þetta er ekki raunsætt hversdagsmál. Þetta er mjög mikið leikhús, sko. Þetta er bara, já, þetta er leikhús. Ég segi ekki svona aríur, en þetta er svona innra tal, eða ekki? Þú ert ekki bara að segja það sem ég að segja, já, því þetta er líka innri mónológurinn, ég líka að segja sem ég að hugsa og það sem ég að sjá og jú, 100%. Sem eiginlega nauðsynlegt þegar maður að gera einleik. Þarf að hleypa þeim inn í hausinn á söguhetjunni, sko. Það eiginlega verkið sett upp í hausnum á þessum eina leikara. Já, í rauninni. Þetta er sagan sögð frá henni. Heyrðu, en Kolbrún, þú leikstýrir þessu líka? Já. Kallar það ekki verra að vera með höfundi sem leikstjóra? Nei, það var ógeðslega næs að geta spurt skáldið, sko. En þetta er samt mjög fyndið. Kolbrún mætti alltaf bara í vinnuna sem leikstjóri. Ég þurfti að spurja sérstaklega hvort að ég gæti fengið að tala við skáldið af því að hún kom ekkert alltaf í vinnuna, sko. Og svo áttum við mjög marga góð línur þar sem að ég var eitthvað svona, já, mér finnst þetta ekki alveg meika sem en mér finnst þessi lína að vera óþarfi og hún eitthvað, já, vá, ég er alveg sammálaður, tökum hann út, ég skil ekki hennan höfund. Við áttum alveg okkur svona moment, þannig að nei, það var eiginlega æðislegt að, já. Þannig að leikstjórinn gat verið, leikstjórinn var gagnrýninn á sin eigin texta, á texta höfundsins, sem mætti stundum. Herðu, þetta er pólitísverk, er það ekki? Jú. Greinlega pólitískri en ég held, sko. Já, ég fór á leikhús ég man ekki, laugardaginn á Skammarfríðingi, það er mjög pólitísk verk. Já. Þannig að sumriti er svona pólitík að koma aftur í leikhúsið, held ég.
Jú, ég held að sé eiginlega bara ekki annað hægt með við stöðuna í heiminum í dag. Það er að segja þannig? Já, mér finnst það. Mér finnst að ef það er eitthvað sem á að vera ansvar við því sem er að gerast, að þá þarf listin, þá er það listin sem að mun, ég vil ekki vera dramatískur, þá er það listin sem mun bjarga okkur, en þá er það listin sem að fær fólk sem að myndi annars ekki hlusta, eða skilja á annan hátt, og svo framvegis. Mér finnst það. Er pólitískt leikhús í Edinborg og nágrenni og nærsveitum? Já, og nei, ég meina það er bara allir skalan hér. En heldur það sé svona bylgja frekar í áttina því að sé meira í pólitík? Það var tímabil allavega hérna á Íslandi sem að tala svona niður pólitískt leikhús og það var alltaf dregin upp svona ýktasta myndin af því eins og oft gert þegar þú ert að hafna einhverju. Það var svona það sem að endar að stendur hérna eitt leikarinn fremst á sviðinu og þrumar í 20 mínútur yfir áhorfendum. Eins og það var í pólitískt leikhús. Já. En mér finnst allan minn feril hefur verið að vinna með þetta persónulega sem pólitískt, sem svona gömul feminísk mantra en finnst eiga við. Já, mér finnst að sögur manneskjunnar eru án efa pólitískar þegar gerast í einhverju samfélagi og eru í samtali við eitthvað samfélag. Já, mér finnst eiginlega farulegt að ætlast til þess að list sé ekki pólitísk á einhvern nátt, sko. Ég held líka að sé bara, ég hef búin að pæla svo mikið í þessu eftir umræður Superman-myndina, að ég held bara að það sé ekki hægt að gera list sem er ópólitísk, af því ef hún er ópólitísk þá er það pólitískt að hafa hana ópólitíska. Skilju, þú veist, þetta fer bara hringinn, það er allt pólitískt og þá sérstaklega list. Þetta er fræg niðurstaða að ef þú ætlar ekki að vera pólitískur það er ekki til pólitískar afstæð heldur það því þá ætlar að skrifa undir óbreytt ástand. Já, einmitt, til dæmis. En kannski mun Gaza, það var nú sagt svona í pólitíkinni að það geti haft sambærileg áhrif á Vesturlöndum og Víetnamstríð á sín tíma. Það sem er svona fellur lögmæti stjórnvalda og verður svona afhjúpun á hvernig stjórnvöld hegða sér og það opni svona tækifæri til þess að búa til svona aðra valkosti, hafna svona þeim meginstraum sem allir fjallast á kannski sem er kannski raunveruleikinn í okkar heimsluta svona síðustu 20, 30, 40 árin, sko. Það er svona verið frekar. Við höfum stundum talað það hér að það vanti svona meiri svona counterculture og það vanti svona svolítið svona aðra senu. Við nefndum hérna áðan að það væri peningar að vera mælikvarði alls líka í listum. Það er það sem að það ekki góð list, það er bara svo sem að selur. Já, það er sko svo sem að selur og líka til þess að fá að gera list og þá þarftu pening og þá þarftu að selja þig nógu vel, þitt vörumerki og þínu hugmynd nógu vel til þess að fá þann pening og ef þú hefur aldrei gert neitt áður þá er mjög ólíklegt að þú fái pening, þannig að hvernig áttu Já, bara eins og ef maður pælir út frá kvikmyndasjóði, sviðslistasjóði og eitthvað svona svoleiðis og þetta snýst allt peninga, sko. En þá fór fólk og tók yfir einhverja skemmu og setti bjóti leikhús þar. Já, við höfum pælt í því að reyna bara að gera eins og Vesturport og leigja okkur eitthvað vörubíl og gera leikhús. Málið bara, þetta er bara miklu erfiðara og dýrara heldur en þetta var þá. Já, ferðamannabólan er búin að sprengja upp allt fasteignaverð. Þannig það er ekki hægt að komast inn í gamla skemmu lengur. Nei, ég tók viðtal við 16 elskendra því þau náttúrulega voru gjörn á það að fara bara einhver tóm rými sem voru til sölu eða eitthvað sem var bara ekki í notkun og þau sögðu bara að þau geta eiginlega ekki gert þetta lengur því það er ódýrara núna að láta leigurými standa auð frekar en að leigja þau og það er bara ógeðslega sorglegt af því að þá til dæmis fáum við ekki fleiri verk allavega, ég veit ekki hvort það sé stærsta ástæðan en þau allavega frá 16 elskendum töluðu þetta þennan skort á rýmum og svo náttúrulega er inn á sjálfstæðisviðslitahópurinn sem er hópurinn á Facebook var að tala rýmin sem við erum búin að missa, sviðslistarýmin sem við höfum mist eins og til dæmis Háskólabíó sem er frábært leikhús og er núna leikhús á sumrin en bara háskóli með fyrirlestrum á veturna skilurðu Já, það verður færra til vegna þess að það er eiginlega ekki svið til að setja það upp. Það er alltaf sorglegt að fara í Austurbæ í Pílu og þú horfir á þetta flotta svið þar sem var þessi góði salur og þú horfir á þetta svið og það er bara eitt risastórt píluspjald og maður er bara hvað er í gangi þetta? Hver valdi þetta? Já, maður spyr sig. Kolbrún, ertu að skrifa nýtt leikrit? Já, eins og segi ég er að þróa verk fyrir Borgarleikhúsið í
einu ári viðbúti í það, einu leikari og svo er maður alltaf eitthvað bakstra við ýmislegt sko. Og þú býrð úti og ætlar að búa úti? Já. Sko, ég á fjölskyldu úti en mér finnst frábært að hafa fengið að vera með því í íslensku listalífi og vonast til þess að geta haldið því áfram. Það er alltaf hægt að stökkva í verkefni þótt maður sé ekki endilega alltaf búsettur og eins og sé að því ég er í Borgarleikhúsinu þá er ég búin að vera svolítið svona búin að vera hluta af eiginlega hverju mánuði á Íslandi í seinasta árið og held ég áfram. Og verkið sem þú skrifar fyrir Borgarleikhúsinu, þú skrifar líka á ensku og síðar og svo aftur yfir? Nei, það er skrifað á íslensku. Það er skrifað á íslensku, og vonandi að sjá það 2027. Já. 2027. Katla, hvað er þú að gera? Sérðu eitthvað fram við þetta? Þetta er svona stór hlussa að taka svona einleik. Já, þetta er það. Þetta er vel orðað, já. Þetta er marathon. Hvernig sofnaru á kvöldin eða nóttinni eftir þetta? Ég er búin að vera að vinna með svona 1:30. Nú, það er nokkuð gott. Já, ég er samt náttúrulega búin að sýna 9:30 sko. Þannig að það er fyrir en margir. Þannig að það tekur tíma bara að lenda eitthvað neginn. Já, svolítið sko. Og ég reyna ofta að gera sýningun upp við sjálfa mig sko, hvernig mér hafi finnst í staðið mig og ég reyna að skilja það eftir í leikhúsinu sko, áður en ég fer heim. Af því það er leiðilegt að taka, ef mann er fast maður stands illa, leiðilegt að taka það með sér heim sko. Og setur þá einn á stól og ferði við sýninguna? Já, ég bara er að klæða mig og taka mér þessa demanta sem ég er með í framann og er bara smá svona, já, ok, og þetta var svona, já, í rauninni. Eða tala við keislu manneskjónum mín, hann Signir Rós. Og nýtir það í næstu sýningu? Já. En er eitthvað framöndan annað en? Já, ég er byrjuð að æfa annað verk núna í Þjóðleikhúsinu sem heitir Jólagjöf skruggu. Ég er alveg bara í gjöfunum, alveg hreint svoleiðis sem ég er bara, fæ gjafir hérna hægri vinstri. Sem er hápólitískt barnaverk, ok, kannski ekki, ég segi svona. Nei, þetta er bara krútlegt jólaverk, 45 mínútur fyrir svona yngstu aldurshópana, bara svona smá jólastemming og svo er ég mögulega á leið í eina sjónvarserju en það fer eftir bara samningaviðræðum hvort það gangi upp á tíma að gera sko, ekki, samningaviðræðum hvar ég má vera hvenær. En já, sjáum til. Krossapöta. Gangi ykkur vel og takk fyrir þessa sýningu og ég hvet fólk til þess að sjá hana. Það er mjög gaman að lesa bara gaggrínina og fara á sýninguna. Fá að dæma sjálfur? Já. Já, það er alltaf ef fólk hefur ekkert annað að gera þá getur það bara rifist í huganum við Símon Birgisson á leiðinni heim. Já. Katla og Kolbrún í Edinborg, kærar þakkir. Takk fyrir. Já, þetta er þá lokinn á Rauðaborðinu í kvöld. Við þakkum öllum gestum sem hafa hingað komið og þeim sem hafa tekið hérna viðtöl. Löfi Líndal fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa og breytt þessu spjall okkar í fjölmiðlum. Ég minni á, eins og ég gerir stundum, að þið hafi byggt upp samstöðuna, dreifið hér í samstöðuna, bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér. Og þá finnur fólk okkur. Við getum fundið okkur á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarsveitum, bæði undir nafni samstöðurinnar og einstakra þátta, eins og Rauðaborðsins. Við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu, 89,1 á FM. Það má sækja þær útvarpsendingar líka á netið, spilarinn.is er á netinu og svo er spilarinn líka app sem að má hlaða niður í símann og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar, hvað sem er í heiminum, það sem er net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Símann, þar erum við nú með 5 á fjarstýringunni, við erum líka í kabelkerfinu hérna suður með sjó og kannski, ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki vilja bjóða sínum viðskiptavinum líka upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga í vikunnar, allan ársins hring, samfélagsumræðu við þetta Rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Það sem að drífur samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hefur gerst áskrifendur, hafa ákveðið að verða bakhjarlar samstöðurinnar og telja það vera nauðsynlegt fyrirbrigði í samstöðun í íslensku samfélagi, í íslensku lýðræðislegu samfélagi að við þurfum á þessari umræðu að halda sem að hér er. Ef þú ert slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2.750 krónur á mánuði, þú mátt borga mér vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er orðið gott hjá okkur að sinni. Við verðum hérna aftur annað kvöld klukkan 8 og þá segjum við fréttir.
Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.